Já, velkomin að Rauðaborðinu. Það verður glás í boði í kvöld. Við förum í lok þáttarins til Bretlands. Ætlum að skoða þar með Guðmundu Auðunsinni, fréttarauðar okkar í London. Ástandið á NHS, breska heilbrigðiskerfinu, sem er í volli og þar er margt mjög líkt og á Íslandi, bæði ástæðinu fyrir erfiðleikunum, svolítið svona hugmyndirnar sem að liggja að baki stefninu sem hefur rekin hingað til, margt líkt með erfiðleikunum í heilbrigðiskerfinu í Bretlandi og Íslandi, kemur í ljós þegar við hringjum í Guðmund. Svo ætlum við að hringja líka norður í land, þar sem að Sigurjón Þórðarsson er á Sauðárkróki. Kvótanemnd Svandísar Svavarsdóttur var að senda frá sér svona áfangaskýrslu, þar sem að kemur fram svona grófa línur hvert starfið er að leiða og ég býst við að Sigurjón sé ekki ánægður. Finnist þetta að vera nefnd sem er raunverulega að vinna að því að tróða kvótakerfinu ofan í þjóðina enn einu sinni. Við ætlum að ræða borgarmálin hérna á eftir. Það var borgarstjórnarfundur í dag, þar sem var rætt til dæmis ljósleiðara orkuveitunar sem að hann var að kaupa af Vodafone, sem heitir Sýn í dag held ég. Og það er deilt snjómokstur náttúrulega og svo var meiri hlutin að kynna stórfellt átak í uppbyggingu húsnæðis. Ég ætla að fá Trausta Breiðfjörð Magnússon, borgarfulltrúa og sósíalista og við ætlum að reyna að átta okkur á því hvað er hæft í þeim áætlunum og hvað er deilt í borgarstjórn. Í Chile er deilt, það er bara róstur, það er fólk út á götu að mótmæla, það var valdaskipti, næstu því valdarán og almenningur er að rísa upp og lemur þar pönnur, potta og pönnur, það er búsáhaldabylting í gangi. Hann Eyjólfur Eyvindarsson, sem að flesti þekki kannski sem rapparan César A, hann hefur verið mikið í Suður-Ameríku og er sérfróður suður-amerísk stjórnmál og ég hef rætt við hann áður það og hann ætlar að koma hingað og við ætlum að ræða Chile, reyna að átta okkur á því hvað þeir eru í gangi. Síðan kemur Kristján Þórður Snæbjarnarson hingað. Hann er forseti Alþýðusambandsins. Alþýðusambandi var með þing í haust og frestaði því. Það ætti að vera svona næstu mánuðum og ég ætla aðeins að heyra í honum hvernig það lítur út, hvort að honum takist að ná saman einhverju þingi sem hægt er að halda í einhverju friði því að það verður að segðast að það eru átökun í verkó og svo er náttúrulega verkalýðshreyfingin í átökum við viðsemjendur sína eða efling við samtök atvinnulífsins og framundan eru svo sem opinberir starfsmenn sem eru að koma inn í sína kjarabaráttu. Við ætlum að taka stöðuna á verkalýðshreyfingunni og kjarabaráttunni með Kristjáni Þórði hérna á eftir. Við byrjum eins og vanlega á fréttum dagsins, María Pétursdóttir. Hvað er frétta? Heyrðu, það er náttúrulega kannski, kvótanemnd Svandísar. Já. Það eru svo sem virðast ekki vera mikla breytingar. Mogginn fagnaði. Mogginn fagnaði. Vilja við alltaf kvótakerfinu? Já, þeir fagna náttúrulega bara status quo. Svo sá ég að heimildin hafi verið með leggja til ákvæði í stjórnarskrá þjóðareign. Þannig að hvort ekki er satt. Þannig að það þýðir líklega að ákvæðið er bitlust. Já. Fyrst að það raskar ekki kvótakerfinu á nokkurn hátt. Einmitt. Já. En hún leggur til einhverja smá hækkun á fiskveiðigjöldum, en það er einhvern veginn, það er ekki svona að sjá í fljótu bragði allavega að það verði mikla breytingar. Mér minnir að hafa verið könnun sem að sýndi að 18% af þjóðinni, 13% af þjóðinni, það er sama hlutfall og kaus Davíð Oddsson. 13% af þjóðinni er hlynnt kvótakerfinu. Já. Aðrir eru meira og minna móti því. Það er bara örlítill hluti þjóðarinnar sem er hlutlaus. Því að þú þekkir þetta alltaf, þú er búin að búa hérna í áratugi, þetta er bara þetta klífur þjóðina. Eins og er sá sem hópurinn sem styður kvótakerfið alveg ótrúlega lítill. Það getur haldið þetta að væri mál sem að væri 50-50, fóstureyðingar í Bandaríkjunum, en hér er þetta 80-20, eitthvað svoleiðis skipting. Það er samt ráða 20. Það er bara svona eins og með heilbrigðiskerfið að mikið stærri hluti þjóðarinnar vill setja mikið fjármagn í heilbrigðiskerfið
Ég býst við að Sigurjón sem ég ræði við hérna í lok þáttarins, Sigurjón Þórðarsson sem var þingmaður, Já, frjálslyndaflokksins sem var nú smíðaður í kringum hérna kvótakerfið. já, Ég býst við að hann hafi lagst yfir hverjir í þessar nefnd og hlutöldi séu akkurat öfugt. Það Já. séu kannski 80% af þessu nefndinni eru svona kvótafólk já, og svo eru 20% svona skeptískir. já, einmitt. Þannig að Það verður mjög forvillegt að heyra. En þegar gerir þetta stundum stjórnvöld, það búið til einhver nefnd og svo eru þau bara að láta eins og þau þurfa að vinna eins og nefndin. Þetta var gert við bankasöluna, Já. Íslandsbanka. Það var einhver nefnd og svo var bankasýslan eitthvað vandræðþrönda mál. Og svo sagði Bjarni bara alltaf á eftir að ég bara fylgja tillögu nefndarinnar. Jú. En nefndi voru bara einhverju 3-4 kallar sem bara ákveðu að selja bankan. Já, einmitt. Þetta er ekki alveg með líðræðið í þessu. Nei, ég veit ekki heldur. En svo er líka svona, það er búið að, ég hef svona heyrt raddir um það að það sé eiginlega ótrúlegt hvaða fólk er að komast að í kringum fiskveiðistjórnarkerfi sko af ákvörðunum og fá að hafa eitthvað að segja um hlutina. Þannig að það er svona, já, ég held að það sé ekkit, það eru svona hagsmuna aðilar búin að pota sér inn í ráðunetin líka. Nú heitir þetta hagaðilar. Já, hagaðilar. Hefur ekki þykjað því? Þeir eru farnir að nota nýtt orð. Já, hagaðilar. Það er ekki lengur hagsmunaaðilar. Þeir finnst hagsmunaaðilar að vera of neikvætt sko. Þannig þá er bara klift í þá burtu. er bara búið til nýtt. Það eru hagaðilar, þeir sem að haga þessu. Já, Hagsmunið væri eitthvað eins og væri að pota þínum og óta þínum og tóta eitthvað. Þannig að það breytti þessu bara í hagaðilar. Það er alltaf verið að breyta lagfæra reyna að gera þetta sökulegra. Já. Heyrðu, svo er það Oxfam-skýrslan. Já. Hinn árlega. Hinn árlega Oxfam-skýrsla. Hjálparsamtökin Oxfam vilja fækka auðkjöfingum helming. Já. En þetta er alltaf að verða sko verra og verra ástandið á jörðinni. Já. Auðvasta 1% jarðarbúa hagnaðist tvöfalt á við það sem að 99% jarðarbúa þérnuð á síðustu 2 ár. Þau segja þetta sem megin að það þurfa að fækka milljarðamæringum. Já. Þau tala um það sko. Það myndi bæta líf á jörðinni ef við höfum færrað þessu liði. Já, hamingi fólks og bara líf. Og Oxfam er borgaralegt fyrirbrigði. Já. Þetta er ekki skæruleðar í skóum Kólumbíu. Nei, nákvæmlega. Þetta eru bara jakkafattaklætt fólk niður í City og London. Já, einmitt. En þetta er sko, svo kemur líka fram í þessar skýrslu hvernig sko í rauninni ofurríkir er að græða á þessu kreppu ástandi sem búið að vera síðustu 4 ár eða svo, bæði af COVID náttúrulega og svo núna sérstaklega og matvælafyrirtækin að græða núna á stríðinu, Úkrænustríðinu. Tvöfalda hagnað sín, matvælafyrirtæki og orkufyrirtæki. Og arðurinn sem að þeir eru að greiða sjálfum sér á þessu út af hagnaðinum 2022. Já. Ég man ekki, ég voru ekki að tala um að geti lyft 800 milljónum manna upp á fátækt. Jú, upp á fátækt. Bara það sem að vera að borga sem arð út úr þessu fyrirtæki. Já, nákvæmlega. Maður hefur lesið þessa skýrslu svona, segi ekki gaumgæfilega öll ár, en svona, þetta er alltaf merkilega skýrslur. Já. Mér finnst þessi vera eiginlega svona svolítið bara rosaleg sko. Hún var rosaleg. Því að það breyti ekki sem eins og þú ert að segja, eftir COVID og Úkrænustríðið, það bara magnar upp ójöfnuð. Já, einmitt. Það er einhver svona turbo ójöfnuður í gangi núna. Já. Og allir að segja að þetta er svona átök og stöndum við saman og samkenndin og finnum mikilvægi. Það er bara... Þurfum að halda stöðuleika, bekkjum hærri laun. Ef að fólk hefur haldið það að þetta væri einhvern veginn myndi auka samkennd og samstöðu fólks, þá er það bara alls ekki þannig. Þeir ríku líta á þetta sem einsta tækifæri til þess að auka ójöfnuð og þeir eru að Við gripið. erum sama báti, mannst ekki eftir þessum frasa sem var að hamra það á henni COVID-unum. Ef að fólk hefur fengið þessa tilfinningu, þá verður að endurskoða sína upplifun á heiminum. Þannig er ekki svona. Nei. Þeir tala sko það sem að mér er svolítið flott við þessar skýrslu núna líka, þeir eru bara að hamra á því að það verður að leggja á skatta. Já, það verður að skattleggja hennar ríku og og þeir tala sérstaklega einmitt sko hvernig fjármagnstekjuskatturinn er allt og lágur. Það er þetta meira auðlegðarskatt sem við erum ekki með. Já, auðlegðarskatt líka, já. En skattleggja eignir fólks. Og það tala líka erfðaskattinn sko og hvernig það er að vera til svona ný elita. Helmingur milljarðamæringa býr í löndum sem er ekki með erfðafjárskatt. Hér er það mjög lágur. Þannig reyndar ekki lækkað eins mikið og eignaskattar lækkuðu. Þeir voru afnumdur hér. Já. Sem að minnast að það verið 2004 sem var aflagður, hafi ekki verið lagður á 2005. Já.
þá hafði verið eignaskattur hér sinna 10. var lögð á 1096. Já, einmitt. Því að 10. var umlega eignaskattur af því að þá kunnum við ekki aðferðið við að leggja á tekjuskatt. Nei. Þannig að það að leggja sko 10 af 10 er eiginlega svona eins og fjármagnstekjuskattur sem er svona hugmyndin sem að þú áætlar hvað eignin gefur þér miklar tekjur Einmitt. sem er það sama og auðlegðarskattur gerir. Já. Það sem eru sko eignin eru skatlaðar, hvort sem þú ert að taka út tekjur af þeim þá eða ekki. Já. Einmitt. Þetta var lagt á eftir hrun en var síðan látið fjara út það með svona svokulluðu sólarlags ákvæði. Þannig að skattur fjarað út þegar ríkisstjórn Bjarna og Sigmundar tók við að þá sögðu þeir, bara vinstristjórnin hafði þetta ákvæði, þetta bara myndi falla niður. Þannig að það var eiginlega vinstristjórnin sem ákvæði að þeir eru ekki áfram. Já, sem er alveg stórfurðulegt sko. Já, en til að setja þetta aðeins í samhengi, þessa misskiptingu, þá má líka mitt benda á það sem þeir segja í skýrslunni að þetta sé mesta misskipting auðs frá því í seinni heimsstyrjöldinni. Já, því að seinni heimsstyrjöldin jafnaði var jöfnunar leitið til jöfnunar. Já. Það eyddist mikið eignum til dæmis. Einmitt. Þannig að já, þetta er stóralvarleg skýrsla, finnst mér. Spurning hvort að við getum fengið eitthvað til þess að ræða efninar heima. Stundum finnst manni að svona upplýsingar fara einhvern veginn þessi vera að ræða þessu svona okkur hugmyndastígi. Þetta sé ekki raunveruleikinn. Þetta er raunveruleiki sem heimurinn sem við lifum í. Já. Það er hinn ríkur alltaf að vera ríkari og því peningunum fylgir óhugnalegt vald og að mörguleiti þá erum við lifum við eiginlega bara orðið í heimi hinna ríkur sko. Sem einhverjir maurar. Já, einmitt. Finnum ykkur að leið til þess að fjallum þetta. Gerum það. Herðu, svo er það næsta mál. Það er kannski bara, það er búið að fjalla svolítið áfram, fyrirpartinn dag allavega, rafmagnsleysi á Suðurnesjunum. Suðurnesjalína 1 gaf sig þarna í gær og það voru eldingavarar sem fóru. Einn eldingavari allavega. Hvað er eldingavari? Það er í rauninni bara til þess að tryggja það að elding slá ekki út línuna. Það kom sérst elding og slá hann út? Nei, það kom ekki elding, en þeir geta skemmst með því að... Eldingavarinn, hann bjóti skaða sjálfur? Já, þetta er í rauninni bara eitthvað svona hardware á línunni til þess að... Og þú veist þetta, þú fórst að rannsaka þetta? Já, ég fór aðeins að rannsaka þetta í dag, sko. Og eldingavararnir, þeir eru nokkrir á línunni sko og það var allavega einn sem að fór og þeir gátu eitthvað svona plástraði þetta aðeins og fengið hana í lag en ætla síðan að reyna að skipta bara alla eldingavarana sem er eitthvað 3 eða 4 á þessu einu línu. Jú, og svo náttúrulega vilja þeir fá sko Suðurnesjalínu 2 sem er búið að náttúrulega standa í... Fólki í Vogum vilja ekki? Nei, þeir vilja... Og ekki Landvernd? Nei, þeir vilja fá sko rafmagn í jörð en svo eru svona margir sem vilja það ekki að því mér skilst að þá sé kapasitet eða þéttari og þá er flutningsgetan á rafmagni ekki eins mikil. Kapasitív? Já, það verður línan kapasitív. Það er eitthvað hugtað sem það þarf að fara að læra. Þetta er svona rafmagnstekni fræðingamál. Þarf maður að læra þetta til þess að geta talað rafmagn á Suðurnesjum? Já, okay. Já, við mig allavega, nei, ég segi svona. Og þannig að það eru sumir sem vilja ekki að hún fari í jörð fyrir utan það kostar gríðarlega mikið meira. Þannig að en einhvað síður að þá eru þeir Suðurnesjabúar eru mjög argir yfir þessu núna voru sendu frá sér yfirlýsingu seinni partinn held ég, þar sem að þeir vilja bara þetta verður kipt í liðið þess. Já, þetta verður bara laga, þetta gengur náttúrulega ekki. Svipað að Vestfirðingar vilja fá 3 fasa rafmagn. Já, einmitt. Það er ótrúlega heitt pólitískt mál á Vestfjörðum. Já, einmitt. Herðu, íbúðaverð, það er hætt að hækka. Já, það var mæli Húsnæðis- og mannvirkjastofnun kom með vísitölu íbúðaverðs og það fer niður minnum með 0,7%. Mest út af lækkun á sérbíli sem að lækkar held ég bara 2% eitthvað. Já. Ég skoða þetta nú, er þetta kannski lækkar þetta alltaf í desember eitthvað? Nei, það var ekki, það hækkaði 2 eða 2,5% í desember í fyrra. Já. Þannig að það er eins og Seðlabankanum og Ásgeiri að við tekist að frista
húsnæðismarkaðinn, hann bara Já. reyfist ekki. Nei, hann hreyfist ekki. Ég er búin að vera að fylgja svolítið með líka og skoða fastegna Það við. var að kaupa það. Já, ég þarf að selja og kaupa. Já. En hérna, það er ekkert til sölu heldur, sko. Nei, ég veit, Þú veist, það er bara þannig að- á engin efna að kaupa. Það því að það er Já, eiginlega búið að frista alla út einmitt. af húsnæðismarkaðnum. Já, þetta er svolítið skrítið ástand, sko. Mm. Að, hérna, þó að ég myndi, sko, setja mína eign á sölu, að þá hef ég ekki séð neitt sem ég geti keypt ásættanlegt, þannig að Svo stranda fólk í greiðslumati og já, svo er það nú það, sko. svo er alls konar aðfyrir að vera svindl á greiðslumati og Já, já. fá Það er lána- alltaf að verða erfiðara samt Já, held ég, að sko. komast inn. Ég held að sé árið mjög erfitt að svindla á greiðslumáti Já. orðið, sko. Það gerðist þegar var að mælt hækkunin í nóvember. Já, Þá kom líka fram lækkun. Minni held ég 0,2-0,3%. Á sama tíma þá hækkaði sko leiguvísitalan Já. rúmlega 2% held ég. Já. Sem er bara mjög mikil hækkun á milli mánaða. það er svakalega mikil. Og mér langar að sjá hérna leiguverðsvísitöluna þegar hún kemur. Já. Hún ætti að koma bara næstu dögum. Já. Það getur verið þannig að það frýs húsnæðismarkaðurinn og en leiguvísitalan hækkar. Já, Þannig að það eru bara fleiri sem eru bara stökk já, já, á leigumarkaði. einmitt. Já, Þannig að við fylgjumst með því. fylgjast með þessu. Heyrðu, svo er það litlu félögin sem að skatturinn ætlar að fara að afskrá. Já. Þeir eru að fókusera á svona, já, gamla kvennalistan og unga pírata og einhverju svona. Það er verið að loka þessu að því að þau eru ekki það er ekki skráðir raunverulegir eigendur. Og og þetta eru svona, húsfélög húsfélög og annað, þetta er lent í þetta er vandræðum. náttúrulega alveg, Ég er nú með fráleitt lista hérna, mál. ég veit ekki hvað það kostar svo mikið af húsfélögum. já, Nei, það er mikið af til dæmis A-dildum já, sem einmitt, er smá nafnlitarlegt fyrirbrigði. akkurat, Þú getur þarft að ekki, skráða því að þú ert með reikninga sem eru Já. lagðir inn peningar og borgaðir til A. einmitt, Þannig að þú þarft að vera með kennitölu. En svo er nafnlind í A. Þannig að það er Já. svo erfitt að skrá raunverulega eigendur að já, A. þetta er Ég náttúrulega held bara, mér að standi í A og það sé engin sko yfir þinn það væri náttúrulega mjög, er ekki einhver að þvó peninga í gegnum svona aðreikninga, Nei, Það getur verið. Þetta maður veit það ekki, Þarna eru ég held að sé mjög langsótt. ég verið að reynda aðeins yfir þetta. Já, Og sem er mjög gaman að renna yfir þetta. Við byrtum hennar lista á samstöðinni, hvert fólk til að gera það. já, Það fær svona einhvern veginn svona, minnst gaman að svona félagsstarfi. Að Já. fólk svona býr til félög. Sum náttúrulega bara konu niður. Önnur Já. náttúrulega hefur bara stórkostlega áhrif á Íslandssöguna eins og samtöku kvennalista. já, nákvæmlega, Svo eru þarna félög sem að einhverju myndu gjarna vilja bara myndu hverfa eins og íslenska þjóðfylkingin. já, já. En svo Það þarna- eru svona kannski einhverju hlutir sem eru úrelti Björt framtíð í Snæfellsbæ eða eitthvað svona, sko, Já. sem er ekkit kannski starfandi lengur og þarf ekkit að vera, en þú veist Það svo kemur hann, hérna Kristján Þórður á eftir. Þetta er þessu alþýðusamband Vesturlands og Suðurlands eru þarna. já, já, einmitt, Við hættum við það að skatturinn strókið út. já, einmitt, þetta er Og svo svolítið voru sérstakt. alls konar skemmtileg félög. Ég tók nú einhver dæmi þarna að þessu. Já, Það voru sem hétu svona skemmtilegum nöfnum. Já, eitt sögufrætt félag þarna. Börnin heim, er það? já, Það er einmitt, náttúrulega ekki starfsemi. Svo er þetta Nei. náttúrulega eitthvað af þessum félögum sem bara hafa börnin er lagt ekki niður. lengur börnin og svona, En svo er líka Loki, veistu hvað það er? nei, Loki var svona kallaklúbbur sem Já. borðaði alltaf saman einu sinni í viku eða einu sinni í mánuði og var svona og kalla sama klubur, kringu 1980 var talin að vera svona valdablokk í reykjavísku samfélagi. já, Þannig að skattum getur þurrkað hann út. já, einmitt, Svo er Landssamtök atvinnulausra. Þau var kannski Já. lagt niður störf. Það er vandamál með að vera með félag sjúklinga að fólk nær sér og þá hættir það í félaginu. jú, einmitt, Með atvinnulausur kannski fekk hann bara í vinnu sá sem var ætlaði að stofna Landssamtök atvinnulausra. En ættu við ekki að stuðla að stofna félag atvinnulausra? Það er ekki fólk sem hefur sameiginlega hagsmuni sem ætti að berjast fyrir. það er spurning, sko, það er spurning, það þurft alveg að skoða það, sko, Þannig ef ekki það að það hefur ekkit verið neitt mikið atvinnuleysið að frekar að vanti fólki vinnu hér, alltaf, En það er alltaf eitthvað. Já, 2,4%, það þýðir já, 3-4 þúsund manns sem hafa það skýtt, sko. já, einmitt, Eitt sem að ég fann sem að var mörg félag sem voru lögð niður.
það voru vörubílstjórafélög víða land. Já, Þannig einhver tíma var mikið svona félagsstarfi kringu vörubílstjóra já, sem eru náttúrulega menn sem að vinna mikið einir og það var kannski agaði að hittast. já. Þau eru þarna, ég held að séu bara 10 vörubílstjórafélög sem eru í hættu. Já, það einhverju Lions-klúbar þarna líka Já, alls konar. Já. og leikfélög, Félags stjórnsýslufræðinga, þeir hafa ekki náðu í að skráð raunverulegan eiganda. Einmitt. stjórnsýslan verst fyrir þeim. Og svo félags stórmeistara, það er til. Já, Því að Íslendingar eiga nokkru stórmeistara í skák, þeir áttu félag sem er, svo félag ungra alka, þeir kannski já, eldust eða duttu í það. já, þeir eru allavega örugglega ekki ungir þá lengur, kannski. Herðu, en er eitthvað meira? Já. Nú? Jim Ratcliffe, nú vil hann kaupa Manchester Íslandsvinur. United, Íslandsvinnurinn Sem á aðra hvora á Austurlandi Emmitt. og Já. víðar held ég. Já, Það þarf hann að kaupa Manchester United. já, nú hann vill það allavega, ég veit ekki hvort hann gerir það. Ég sagði áðan að Oxfam skýrslan sýndi það að við lifðum í heim í ríkafólksins. Já, hann er svona dæmi Hann er þetta. dæmið það. Já, Hann kaupir lagsveiðarnar, hann kaupir íþróttafélagin. Emmitt. Ég veit ekki. Ég er hérna alinn upp við svona að hafa áhuga á fótbolta. En þetta með að vera að horfa á einhverja félög í eigu einhverja Einhverja ríkisköpa, ríkra kalla. þetta er eiginlega ekki bóðlegt. Sko. Nei, þetta er ekki bóðlegt. Ha. Þetta er eiginlega bara, og þetta er eiginlega kannski líka, eða þú veist, það er einhvern veginn, ég fekk svona aðeins á aðra tilfinningu fyrir því þegar maður er að sjá sko íþróttafólki núna í kringum, eða í vetur, að mótmæla Írans, Já. byltingunni í Íran sko, að þá hugsaði maður einmitt sko, já, þetta á ekki að vera sko, þú veist, þetta eigi ekki að vera félug í eigu einhverja ríkra kalla, þetta á að vera einmitt einhverju hópar sem eiga það sameiginlegt að koma frá einhverju landi eða skilur Það er, eða einhverju bæ eða borg eða skilur það á ekki einhver ríkur kall og þetta eigi ekki að vera félug sem ganga kaupum og sölum og leikmennir eiga sér sjálfur og með að gera svolítið það sem þeir vilja. Maður fekk einhverju svona tilfinningu. ég held að sé þess að þú ættir að fylgjast með er rúbí á Írlandi. Já, Ég held að reglunda sem er þess að þannig, ef þú ert fæddur í Dalasýslu, já, þá spilar þú með Dalasýslu liði. það er ekkert annað. Það er ekkert að vera að kaupa menn á Nei, milli, einmitt. heldur ertu bara þarna. Og þeir sem að verða svona stórstjörnur þar, eru hetjur, Já, að þeir hafa bara status, þeir eru bara Vigdís Finnbogadóttir, sko. Þeir hafa svo stóra status í sínu samfélagi. já, Í annað en þessi sko gaurar sem eru, þú veist, já, ég veit ekki hver ætti að geta fylgst með Ronaldo, það sem er núna komið til Sádi-Arabíu, það er ekki einhvern veginn að já. eldan hver sem er. Nei, einmitt. Herðu, en ég held þetta sér rétt hjá mér með rúbíið í Írlandi. Írlandi. Ég ferðaðist Írlandi einsinni og þá var svo gaman að hlusta á bara fólk tala saman og útvarpiðar. Já, Þeir eru svo mælskir og góðir sögumenn og eitthvað svona. já, Og það, því ég var svona keirað með syni mínum svona á milli og stundur hlustu við að við lentum á rúbí þetta. já, Hlustu við á það var svo stórkostlega gaman. já, Og þetta er svona mín minning af því hvernig þetta var. einmitt. Það var, sem sagt, að það er íþróttafélög sem eru bara byggð á upprunaðinum. Já, þeir eru svona þjóðfræðingar er það ekki, einhvern veginn í eðli sínu svolítið. Já, Já, það er kannski ekki að við komum þarna frá Skotlandi já, og við höfum verið að ferðast þar eru hrörnandi byggðir já, og mikið af svona þorpum þar sem að fólk svona úr borgunum hefur flutt á eftirlun árunum já, og það maður áttast ekki samt á þessu sko fyrir að við tókum ferjuna yfir til Írlands og allt í hennu var bara fullt af barnafjölskyldum og börn út um allt. Foreldrar sem áttu svo mörg börn að þú veist að þau voru bara náðu ekkert að fylgjast með þeim. Börnir voru bara upp á okkur og yfir okkur og allt svo leiðis. En er það ekki bara því að getnaðarvarnir eru bannaðar? Já, það var bara lengi vel. allt fullt af börnum? En við lentum reyndar á Norður-Írlandi, það er Já. náttúrulega kaþólíkar líkar, en kannski kirkjan nú missa tökin að eitthvað, Já, en það er ekki alveg sama og var áður. En bara þetta sögumennskuna, þá bjó ég til þá kenningu að Íra verið svona góðir sögumenn, að því það væri úr svo stóru systkinahópi. já, Þannig að ef þú ætlar að ná orðinu við kvölduraborðið, það verður að segja eitthvað skemmtilegt. já, Það er ekki eins og að vera einbirni og foreldrarnir mæna á þig og finnst allt Nei, snjallt sem þú segir. já, eða ef þú ert yngsta barn, Ha, líka ef þú ert yngsta barn. þá þarf þetta að berja svolítið. Nei, þú Nú. getur líka verið þessi sniðu í sko. Já, Já. sem að augna Já, kalla allra. Já, Það getur verið hættulegt. já, Það er best að þurfa að berja fyrir því.
En þetta að ég nefni hérna ferjuna, að þá það var ógleymanleg ferð þar sem að kemur úr svona deyjandi samfélögum sem voru náttúrulega ótrúlega falleg. Það er sko skosku eyjarnar og þorpinandir, þetta er svo fallegt sko. En maður bara áttast ekki á því að byrja að ferða þarna, hvað vantaði? Það vantaði bara börn. Þau sáu það bara. Og svo þegar maður hitti börnin á ferjunni, þá var eins og maður sé að bara sigla úr dauðanum yfir í lífið. Lífið, einmitt. Þannig að mér, hérna, Norður Írland er ennþá bara einn af minn uppáhaldsstaður í heiminum. Það sem að bara lífið og heima á Norður Írland. Það er skemmtilegt. Herðu, já. Talandi æskuna. Já, Greta Thunberg, kannski enda eins og henni. Það var hérna mynda henni í blaðinu í dag, með það sem að hún er handtekin við mótmæli í Þýskalandi. Hún er að mótmæla kóluna með stækkun. Já, hún er hún er rosalega hvað hún er ánað þannig að vera handtekin. Þannig að markmiðinu náð, sko. Hver er hún að mótmæla? Hún er að mótmæla stækkun á kólanámu í Leutherat í Þýskalandi. Þessi brúnkóla. Já, þetta er sérst brúnkólanáma sem hefur verið að stækka og það hafa að rífa þarna hellinga húsum og svoleiðis. Og það voru einhverjir, ber nú tvennum sögum að því lögreglan segir 15.000 manns en aðrir 30.000 manns sem að mættu þarna í bæinn til að mótmæla stækkunni. Og þetta minnir okkur á að það er ekki alveg rétt sem að oft er haldið fram að orkukreppan í Evrópu flýti orkuskiptum. Nei. Heldur gerist það líka að það er settar í gang. Já, alls konar svona einhverja framkvæmdir sem að kannski sem eru mjög mengandi. Vafasamar framkvæmdir. Já, starta aftur kólanámum. Já. Ég man eftir frakking að vinna sko. Já. Mjög sóðalegt. Það er líka í gangi sko. Já, einmitt. Eru þá búin með fréttir dagsins? Þá eru búin að fréttir dagsins í bili. Eru frábært að við ætlum að halda áfram að ræða fréttir dagsins því hann kemur hérna á eftir, hann Kristján Þórður sem er forseti Alþýðusambands Íslands eftir augnablik. Það er verkefnishreyfingin, það er kjarabaráttu í gangi, það er líka deilur inn af verkefnishreyfingunnar og hann er komin hingað Kristján Þórður Sveinbjarnarson. Snæbjarnar fyrir ekki. Það er ykkur annar Sveinbjarnarson, hver er það sem að ég er að... Já. Er það Finnbogi? Finnbogi Sveinbjarnar, já. Fyrir ekki, Snæbjarnarsson. Forseti Alþýðusambands Íslands. Já. Heyrðu, þið frestuðu þingi að þið að listist upp núna í haust. Og síðan er ekki að sjá að það sé einhvern veginn að nást saman betur eða hvað? Nei, það er svo sem er alveg hart tekist á þessa dagana og það sem þetta hefur gerst frá því við heldum þingið og frestuðum því er að já, það er svona málin er ekkert að verða einfaldari, ekki eins og maður hefði kannski óskað. Við hluti af þessu sem að var til þess að við frestuðum var líka að kjarasamningar voru að bresta á og þurfti að fara í þá vinnu sem að þetta er okkar megin verkefni, verkalýðsfélaga. Og hefði ekki orðið tæki til að ná hópnum saman, eða ekki? Jú, það auðvitað var í aðdraganda þingsins að þá var búið að fara að setja mikla vinnu í það að reyna að þétta raðirnar og stilla saman strengi og svo vinna gekk vel fram á þeim tímapunkti. Það hefði verið alveg gríðarlega mikið sóknarfæri fyrir okkur að ná að halda þessu áfram en þetta fór eins og það fór og það er auðvitað bara eins og það er. En okkar verkefni fram á við auðvitað er að reyna að ná að samstilla þennan hóp. Þurfum auðvitað að klára þetta þing
Við höfum ekki haldið raunverulegt þing innan Alþýðusambandsins síðan 2018. Löngu fyrir COVID. Löngu fyrir COVID, síðan skellur COVID á og þingið sem var haldið síðan 2020 var í raun og veru bara svona fjarþing, þar sem að vantaði alla málefna vinnu hjá okkur. Og þetta er auðvitað það sem við þurfum að komast í þetta. Við þurfum að komast í að klára þessa vinnu. Það er ekki hægt að halda þing nema að sé eitthvað sameiginleg hugmynd hvað þingið á að vera. Hver væri góð niðurstaða þingsins? En það er eins og það sé ekkit slíkt samkomulag. Nei, það er auðvitað, eitthvað stað þurfum við að byrja. Og auðvitað það, ef við horfum á söguna, þá auðvitað höfum við alltaf, þessir hópar hafa alltaf tekist á í gegnum tíðina. Við komumst ekkert áfram nema allavega að taka það á samtalið líka. Og sjá svona hvar stöndum við og hvað getum við gert í sameiningu og hvaða stefnu viljum við taka í þessum samtökum. Það er þingið sem að þarf að móta þá stefnu og þetta samtal, þetta þarf að komast á hjá okkur og vonandi náum við að boða þingið sem fyrst til þess að halda þessari vinnu áfram. Og það er ekkert ólíklegt að það gerist, jafnvel, það er verið að ræða það núna, hvort að eiga boða til þingsins, að halda þessu áfram núna bara á vormánuðum, sem að ég ætla rétt að vona að muni takast. Strax eftir páska eitthvað? Já, strax eftir páska, eitthvað það leyti og miðstjórn ASÍ er með að funda á morgun til dæmis og þar mun þetta koma til umræðu og vonandi verður tekin ákvörðun þá að boða til framhaldsþings, að halda þessu áfram. Og hvað verður þá rætt á þinginu? Það er ekki að ræða, þetta er ekki svona góður stað til þess að vera með svona stefnumótun, er ekki bara aðalega að ná saman, hann að forsetinn hafi þokkalegt umboð, að miðstjórnin hafi þokkalegt umboð, en þetta er ekki kannski andrúm til þess að fara með einhver átakamál í gegn. Þú nefnir ekki lífeyrissjóðakerfið eða eitthvað. Já, það sem við vorum byrjuð á þinginu var að ræða ýmis málefni. Það liggja fyrir þinginu málefna skjöl sem að nefndarstarfi þarf að klára og fara yfir og móta áherslur þar. Það bara þau málefni standa ennþá og það þarf að klára það. En augljóst, eins og segir, stærsta verkefni er síðan að endurnýja fá miðstjórn og forystu þarna, kjörna sem að hefur þá það sterkt umboð að sækja það til þessa þings og það er í mínum huga stærsta máli væntanlega að koma því áfram. Út af átökunum að þá er oft lausn á því að finna svona málamiðlun í forystu. Ert þú ekki ságaur? Getur það verið svona skynsamlegt að finna aðila sem að getur verið ákveðin málamiðlun í þessu. Hvort að ég sé ságaur, ég bara veit það ekki. Það er að sjálfsögðu þingsins að taka þá ákvörðun og þessa hóp sem að kemur saman þarna. Það eru stríðandi fylkingar einhverjum í starfsgreinasambandinu. Já. En sömuleyti hefur Ragnar blandast inn í það, en þú ert svona pínleitu utan við þetta. Já, ég hef svo sem kannski ekki tengst mikið inn í þetta en þó vegna embættisins eitthvað tengst. En auðvitað er þetta, já, það er auðvitað, þetta verður það mál sem að þarf að fara yfir og bara kjósa þann aðila í stólinn sem að getur sinnt þessu áfram og sátt ríkir það er auðvitað stóra málið. En það er ekki bara forsetinn, það er líka varaforstar. Við þurfum að kjósa þá og það þarf líka ríkja sátt þau embætti og þá fulltrúa sem að verða kjörnir þar. Það er oft notað til þess að fá einn úr þessari stríðandi fylkingu, annar úr þessari. Akkurat. Það er oft raðað þannig saman. Akkurat, það er hægt að stilla þessu upp þannig að þetta í raun og veru fangi í raun og veru þetta verkefni. Ef það er vilji til friðs, svo getur verið að segja bara engin vilji til friðs. Akkurat, og ég meina það er auðvitað það sem að þarf að koma í ljós. En ég trúi því að okkur muni takast að bara með þessu samtali, bara hefjum það, komum því á stað, sjáum hvar við getum náð saman, hvernig komumst við í raun og veru í næsta skref, hvað þarf til en það er auðvitað þannig, það þurfa margir að leggja sitt að mörkum til þess að þetta gangi og það er auðvitað bara þannig. Þetta er ekki eitthvað verkefni sem einn eða tveir aðilar redda með einhverjum hætti. Aðilarnir það eru mjög stórir hópar sem að þurfa að leggja sitt að mörkum til þess að bæta þessa stöðu. Það er bara klárt. Er ekki líklegt að ASÍ
gæti svona minnka við þetta. Það eru átök í hreyfingunni. Kannski ekkit svo mikið, þið getur samið stefnu í alls konar hlutum. Það var bara að gera það út úr grasrót félagana. Kannski ekkit svo stórkostlugu munur á stefnum í húsnæðismálum á milli iðnaðarmannanna, verslunarmannanna eða starfsgreinasambandsins eða eitthvað þar. En þegar kemur að svona taktík og hvernig fólk beitir sig í baráttuna og svona, þar mikill ágreiningur og gnýstir svolítið á milli. Þannig að í sjálfum sér getur þið búið til stefnu, myndi ég rekna með, eða væri vilji til þess að gera það á þinginu, eða sú vinna væri ekki sprengt í loft út á öðrum ágreiningi. En þá kemur það líklega að þá væri vilji hinna herskáu hér og þar, að kannski halda völdum inn í starfsgreinasambandinu, inn í Eflingu, inn í VR, en að ASÍ verði kannski svona minna. Hvernig hvað séu þess að spásögn? Já, þetta getur þessi stað alveg verið þannig að þurfi að draga saman að ykkur leyti eða það koma tímabil þar sem að er hægt að þenja þetta út hjá okkur, þetta sameiginlega starf okkar og það eru þetta á tímapunktum sem skynsamlega gæti verið að staldra örlítið við og þetta bara meta stöðuna hvað er bara best fyrir hópinn. Það mögulega geti það verið skynsamlega staða núna en ég held samt sem áður að fókusin hjá okkur sem stóra samtaka hér á landi þarf að vera að finna þetta bara málefnin sem að skipta okkar fólk mestu máli, finna leiðina til þess að efla ekki bara samtökin heldur bæta stöðu fólksins í landinu. Og þá er að gagvart við sem myndum okkar, gagvart atvinnurekendum, gagvart stjórnvöldum. Við þurfum að beita öllum okkar krafti til þess að styrkja stöðu okkar þar. Hjá stjórnvöldum getum við náð miklum breytingum á ýmsum innviðum og kerfum hér á landi sem að geta stutt við fólk. Og það eru þetta okkar sem hreyfingar að finna þessar leiðir. Bara hvar náum við saman, hvar er styrkur okkar, hvar liggur stefnan sameiginleg fram á við og taka þá stefnu. Hvar hafið þið náð árangri? Það er náttúrulega Bjarg, þar sem að verkefnishreyfingin kemur inn og er gerandi í því að fjölga félagslegu húsnæði. Já. Svo á maður í erfiðleikum að finna, það er gagnvart leigjendum, að leigjendur hafa verið skildir bara eftir. Það var í deilunum það hvort það ætti að vera framfærslu styrkur, framfærslu uppbót í Reykjavík, að þá var Finnbogi sem ég nefndi áðan, bendi á það að út á landi væri krafa lagfæringar í heilbrigðiskerfinu. Þannig að menn að vera nefna svona ýmsa stór atriði eins og húsnæðiskerfið, heilbrigðiskerfið, skattkerfið. Akkurat. Það er ekki hægt að sjá svona undanförnum árun teljandi árangur. Það er þess núna breytingarnar á húsnæðisbótakerfinu og vaxtabótakerfinu. Þetta eru sáralitla breytingar sem að stjórnvöld lögðu til út af samningunum sem þú gerðir. Já, breytingarnar voru til staðar en þetta hefðu við viljað sjá meira. Það sem við höfum, ef við horfum bara örfá ára eftir tíman, þetta er Bjarg eitt stæðsta varða síðustu ára sem við sjáum verulegan ávinning af. Blær íbúðafélag var stofnað á sama tímapunkti, það sem er verið að byggja íbúðir fyrir hærri tekjuhópa, eða semst aðra tekjuhópa þessa lægstu. Það er varla byrjað, en loksins er þó verið að íta fyrsta verkefni á vör og það er VR sem er að stíga það skref sem eru þetta bara gríðarlega mikilvægt. En Bjargu þetta er svona stóra verkefnið. Þar á undan getum við nefnt virk starfsendurhæfingarsjóð sem er líklega annað svona verkefni sem er bara gríðarlega stórt, snýrað heilbrigðishlutanum. Bara hver er staða fólk sem er búið að missa starfsgetuna og vill komast út af vinnumarkaðinn aftur og þar er verið að halda utan um fólkið. Og ég held að þetta sé þetta svona, þetta er náttúrulega bara risastórt verkefni sem við lögðum að stað með í kringum efnahagshrunið. Síðan þetta hægt að telja upp fleiri atriði. Það virkar stundum nefnt sem dæmi svona ætti ekki að vera þjónusta sem ríkisvaldið veitir. Er það ekki krafa almennings að það sé örugg og góð heilbrigðisþjónusta? Jú. Það er búið að búa til eitthvað svona sérstaka heilbrigðisþjónustu fyrir þá sem að vera bara með örorku út af vinnuþrælkun. Já, en virkar hins vegar ekki í heilbrigðisþjónustu. Heldur í starfsendurhæfingunni og það er svona auðvitað með þessu aðhaldi sem þarf ofta að veita til þess að koma málunum áfram að þá auðvitað
þarf oft á tíðum þessa pressu til þess að ýta við stjórnvöldum, til þess að ýta við ríkisrekstrinum að styðja við fólkið. Virk að svona, að aðstoða fólk, finna leiðir til þess að ná starfsgetu aftur og þetta svona þessi pressa en heilbrigðis þjónustan sem slík hún þetta hjá hinu opinbera og þannig viljum við hafa það. Við viljum að hið opinbera styðji við fólk og veitir þessa þjónustu. Það sem að vísi í að verkalýðshreyfingin smíðir svona auka kerfi til hliðar sem svar við því að sko almenna kerfi stjórnvalda ekki bara að standa sig. Verkalýðshreyfingin þá búa til raunverulega skjól fyrir ríkið að halda áfram að láta kerfi sín grotna niður. Ég skil hvað meinar og ég þekki þetta. Við vitum alveg hvernig þetta með, tökum sem dæmi atvinnuleysistryggingasjóð, tökum sem dæmi fæðingarorlofssjóð og svo framvegis. Við höfum séð bara eins og varðandi húsnæðismálin, eins og með vaxtabótakerfi sem hún nefnir. Ef við veitum með þessu ekki aðhald, að þá hafa upphæðir ekki verið hækkar sem skildi. Og auðvitað okkar hlutverk svolítið að veita þetta aðhald að mínu mati og þurfum að pressa á það að fara inn í þetta. En við eigum hins vegar auðvitað ekki að taka allt yfir. Það má kannski, að þú nefnir þetta svona, það má kannski líta á kröfu eflingar framfærslu uppbót sem hluta þessu. Vegna þess að húsnæðisstuðningurinn svo veikur á höfuðborgarsvæðinu að þá tekur verkalýðsfélagið sig til og reynir að búa til kerfi sem heldur utan það. Já, og sjálfsögðu okkar hlutverk sem verkalýðsfélag að reyna að bæta þá stöðu þannig að tekjur dugi fyrir framfærslu og það auðvitað verkefnið að vinna því. En já, þetta auðvitað bara ágætis dæmi það sem eins og staðan og svo glíma afleiðing af því að bæði að verkalýðshreyfingin hefur ekki náð árangri gagnvart ríkisvaldinu og ríkisvaldi hættir mjög til að svíkja sína samninga. Já, auðvitað það því miður verður að segjast að það þarf oftar en ekki bara mikla pressu á það að auka pressuna á ríkið til þess að stýra því hvað gert. Auðvitað viljum við og fólk auðvitað vill greiða skatta til ríkisins og samfélagsins sem að við viljum síðan forgangsraða í notkun til okkar fólks og það auðvitað það sem að við erum með þessu, við erum að pressa á það og það að skatttekjur séu notaðir eða skattar séu notaðir til þess að styðja við fólkið og á réttum stöðum og þetta verkefnið held ég sem að þarf auðvitað að rýna ennþá betur í, bara hvernig fjármagninu forgangsraðað til fólksins. Eða annar þátta. Þegar þú aðri gerðu skammtímasamningin þá var sagt að hluti af samkomulaginu væri það að vinda sér strax yfir í næsta samning. Að framönda væri þá samningur sem væri svona sambærilegur og lífskjarasamningurinn. Samningur sem ætti að leggja mikið undir. Hefurðu trú á því að af því verði? Ég get náttúrulega ekki spurt því svona, þú náttúrulega verður að hafa það í upphafi samningsviðra. En það sem á eftir að koma náttúrulega kjara til eflingar, svo eiga BSRB og BOM, kennararnir, allir eftir að koma áður en kemur að þessu. Já. Við settum okkur bara skýr tímasett markmið í okkar kjarasamningum og sjálfsögðu hef ég trú á því að okkur takist að setjast niður og við borðið til þess að halda þessu áfram. Bara frá því við skrifum undir almennu samninguna í desember hjá iðnaðarmönnum og rafiðnaðarsambandinu til dæmis sem að ég veiti líka forystu að þar erum við búin að skrifa undir einhverja 10 kjarasamninga af því að við erum með hátt á 3. tug kjarasamninga sem við þurfum að endurnýja og erum búin að vera núna síðustu vikur að vinna það upp og stefnum auðvitað á að klára þá samninga núna í þessu mánuði. Ég er með tímasett mörk að hefja viðræður í febrúar atriði sem eru í þessum almenna kjarasamningi og ég auðvitað gerir fastlega ráð fyrir því að sú vinna fari af stað eins og til ætlast. Við settum líka af stað starfshóp, erum að setja af stað starfshóp sem á að rýna í efnahagsumhverfið og fyrst og fremst verðbólgu, hvernig hún að þróast. Og ætlum okkur að funda mánaðarlega í þeim hópi til þess að veita aðhald á þá stöðu og ég ger ráð fyrir og sá hópur að hefja störf núna bara í þessari viku þannig að þetta þetta alltaf komast að stað og markmiði hjá okkur verður að vera tilbúin og vinna þessi atriði á samningstímanum þannig að þetta sé hægt að klára næstu samninga hratt og vel en auðvitað,
Það er þó samningur sem mikið lagt undir. Þar Það- verður að ná fram þessum árangri sem þú ert að tala í sambandi við heilbrigðismál. Alveg klárt mál og þar þarf hreyfinginu þetta að koma saminuð og sterk inn í það samtal og þannig að það er mikið undir, það er augljóst að það er mikið undir fyrir alþjóðsambandið að ná að efla samstarfið inn á við. Þannig að þá er eiginlega planið það að ná þinginu í vor og vera búin að ná hópnum svona saman kannski í september. Já, það var í óska staða. Og einhver samtali við opinbera starfsmenn ef við ætla að ná miklum árangri í samningu við opinbera. Það er náttúrulega betra að fá því að við sameiginlega hagsmuni í skattamálum, í heilbrigðismálum, í húsnæðismálum. Já, það er sameiginlegir hagsmunir ansi víða hjá verkalýðsfélögum, hvort sem það er á almennum eða opinberum vinnumarkaði. Þannig að það er alveg klárt mál að þarna mun skipta miklu máli að það náist árangur og það náist að þétta raðirnar og auka samtalið. Þetta er viðkvæmt ástand, þótt að þetta sé planið, að þá er til þess únefni verðbólgu. Að þá skiptir miklu máli hvort að verðbólgan, það sé sýnilegt að hún sé raunverulega að fara niður bara á næstu 2-3 mánuðum. Annars kemur bara erfiðara hljóð í allar viðræður. Já, og það skiptir gríðarlega miklu máli að verðbólga gangi hratt niður. Og hvers eðlis hún er, ég ræddi hérna við Vilhjálm Hilmarsson, hagfræðing BHM sem að skrifaði grein hagnaðar verðbólgu, sem er drifin áfram bara að fyrirtæki að hækka langt umfram raunverulega þörf. Nákvæmlega og það er það sem að skiptir mestu máli er að það séu allir sem taka þátt í þessari vegferð að ná verðbólgu niður. Af því að það er auðvitað ólíðandi að fyrirtækin séu að hækka gjaldskrár sínar og ríkið mögulega bara til þess eins að auka hagnað. Og það er auðvitað ekki ásættanleg niðurstaða ef að það er að gerast og raungerast. Þess vegna þurfum við að taka höndum saman að reyna að finna þær leiðir til þess að dragu þessu, fylgjast með hvaða liðir eru það sem að ýta verðbólgu upp. Við auðvitað eins og við komið inn á áðan þá er fasteignaverð að lækka núna loksins og þó svo leiga virðist vera að hækka. Þetta eru atriði sem við þurfum að rýna í og fylgjast með ásamt auðvitað fjölda annarra liða, bensínverð, hvernig hefur það þróast, olíuverð. Og hlutdeild olíufélagana í verðinu Akkurat. Sem hefur rokið upp. Akkurat. Er verið að skila lækkunum á heimsmarkaðsverði til neytenda eða er verið að taka stærri hluta af kökunni. Og þetta er auðvitað það sem að þarf bara að komast upp á yfirborðið og við þurfum að ná betri böndum á þennan markað sem og víðar að sjálfsögðu. Nú stefnir allt í það að Efling fari í verkfall. Styður Eflingu í verkfalli? Ég styð alltaf félagi mína sem að vilja sækja sig kjarabætur. Það er okkar verkefni sem verkalýðshreyfingar er að sækja betri kjör fyrir okkar félaga. Og það er auðvitað vonandi að okkar félaga nái kjarasamningum áður en kemur til verkfalla af því að ég veit að verkfalli eru alltaf svona okkar neyðarúrræði til að auka þrýstinga á viðsemdir okkar til þess að skrifa undir og gera ásættanlega kjarasamninga. Þannig að það eru þetta bara sú staða sem er uppi og hérna, já. Það er kostnaður sem að þeir sem að fara í verkfallið leggja til. Stundum græða þeir sem ekki fara í verkfallið að næst þegar þú kemur í samninga, þá er betra að einhver hafi farið í verkfall á leiðinni svo að sé frekar tekið mark á þínu kröfum. Já, ég meina og við... Það er ekki gott að hafa ekki bara farið í verkfall í 40 ár. Nei, nákvæmlega. En auðvitað við erum hins vegar í þeirri stöðu og eigum ekki að beita verkfalli bara til að fara í verkfall. Ef við erum að beita verkfalli til þess að auka þrýsting á okkar viðsemjendur, til þess að sækja á bætt launakjör og það er auðvitað, bara eins og ég segi, það er okkar hlutverk. Það munu síðan auðvitað allir hagnast á því þegar við náum auknum árangri og það er alveg augljóst að það hefur gerst í gegnum tíðina og mun gerast áfram. En ég auðvitað styð okkar félaga til þess að sækja á bætt kjör, það er auðvitað bara réttur félagana og þetta verkfallsrétturinn hjá verkalýðsfélagunum er auðvitað sá réttur sem að við höfum í okkar höndum til þess að sækja á bætt kjör. Og það er auðvitað okkar heilagasta verkfæri í þessari baráttu. Ögmundur Jónasson sem var formaður BSRB
og var þar áður formaður félags fréttamanna, ég held að hann hafi verið þar í frægu verkvalli 1984. Hann var að gefa út svona pólitískar endurminningar sínar í fyrra og svo endurnýjaðar núna. Hann talar svolítið það gildi þess að fara í verkvall og hann nefnir allt sem að þú nefnir, en hann nefnir auk þess líka að það sé bara gott fyrir launafólk að fara í verkvall til að sýna mikilvægi sitt í samfélaginu. Og þá hann bæri að meina svona út á virðingu annara og líka bara sjálfsvirðingu þess sjálfs að fara í að þú þurfir að vinna fyrir sjálfsvirðingunni með því að heyja stéttabaráttu þína af ykkur afli. Já, og það er auðvitað það sem að klárt er að það þarf að við þurfum að sýna auðvitað hvað máttur í okkur. En síðan er þetta auðvitað alltaf bara vandasamur vegur sem við þurfum að feta í þessu. Bara hvenær teljum við að hvaða hagsmunir eru undir að hvernig tímapunkti. Við þurfum að fara vandlega með þetta Manstu eftir verkvalli sem er svona umdeilt inn í hreyfingunni eins og boðað verkvall Eflingar. Ég man ekki eftir svona þar sem að hreyfingin sjálf er einhvern veginn. Nei, ég ég held að þú getur ekki hitt verkalýðsforingja á þess að það sé verið að ræða þetta sundur og saman. Nei, mitt. Ég hef ekki kannski fletti upp nákvæmlega eða rifjað upp. Þetta verða alltaf átök í kringum þessar þegar við förum í aðgerðir og allt það. En já, þetta eru þetta bara. Já, það er einhver deila þarna undir sem er svona raunveruleg og birtist í miklum hita. Já, akkurat. Sem er þarna. Og þetta er mjög svona sérstakir tímar sem við erum að upplifa. Og maður veltir líka fyrir sér bara hvernig staðan er í raun og veru svona þegar við komum út úr bæði heimsfaraldri, komum út úr mjög sérstökum tíma í samfélaginu, í heiminum öllum. Það eru stríðsátök erlendis og það sem er margt skelfilegt að gerast þar á sama tíma. Og maður svona hugsar hvernig það hefur verið að þróast. Margir sem standa efnahagslega verr, margir sem standa bara fyrirtæki sem standa virðist vera að fyrirtækinu aldrei staðið betur. Já, það eru greinilega mjög mörg fyrirtæki sem að standa bara býsna vel og mörg sem að standa aldrei staðið betur. Það er gósentíð í verslun eftir því sem að Vilhjálmur Hilmarsson betið til dæmis á. Við vitum að það er gósentíð í sjávarútvegi. Og það bendir þá auðvitað líka til þess að það er klárt svigrúm til þess að lækka verð og draga úr þeim hækkunum sem eru undir og til þess að draga úr verðbólgu. Og eins og ég segi, það er auðvitað bara verkefni sem að þarf að nást árangur í. Það er að lækka verð í verslunum og draga úr verðbólgu. Og þú hefur trúið þessari verðbólgunefnd sem að þú og VFR eða þið, iðnaðarmennirnir og verslunarmennirnir eru í. Já, ég hef alveg trúið því að okkur muni takast að auðvitað rýna í stöðuna og ég ætla að vona að okkur takist að bæta hana. En það sem auðvitað skiptir allra mestu máli í mínum huga, það er auðvitað að samtakamáttur fólksins í landinu, samtakamáttur neytenda til þess að veita líka fyrirtækjunum aðhald. Að þegar við sjáum miklar hækkanir sem eru umfram efni, að fólk láti finna fyrir sér með fótum. Þið hlutur ekki því að vera leiðandi í því. Já, alveg klárlega. Þú getur ekki beðið eftir einhverju upp í Breiðholti standu upp og gera það. Nei, nákvæmlega. Það er okkar hlutverk að stuðla þessu. Við höfum gert þetta í gegnum tíðina. Við höfum gert þetta til dæmis árið 2014 þegar við beittum okkur sem hreyfing og sem bara neytendur í landinu til þess að ýta við fyrirtækjum sem voru þá í svona sjálfvirkum hækkunagýr þar sem að var alltaf verið að elta verðbólguna í verðlagshækkunum hjá fyrirtækjum. Okkur tókst að stoppa þetta þá og með því að fólki tók höndum saman, bæði við og neytendur og launafólk allt á Íslandi. Og ég er alveg sannfærður að okkur getur tekist að ná þessum árangri aftur og nú er mikil nauðsyn að það gerist. Gangi vel með það, Kristján Þórður. Takk fyrir. Annað. Herðu, við ætlum að halda áfram að tala um deilur og erfiðleika og ætlum að fara til Suður Ameríku. Og hann César A. rappari ætlar að fylgja okkur þangað eftir augnablik.
Það eru verið að fara til Suður Ameríku og svo standið hann á skiltinu og ég held að við sett líka upp að við erum að fara til Chile, það var bara allránt, við erum að fara til Perú. Þar er róstur á göttunum, þar er fólk komið út og er að berja búsáhöld og er að mótmæla. Já, ekki bara götunum heldur í öllu landinu. Það er búið að vera allsherjarverkfall í einu héraðinu þarna eða fylkinu. Já. Og síðan er búin að vera sem sagt umferð lömuð í einhverjum 4 og núna, það sem er að gerast núna er að það er hafin svona mótmæla göngur og frumbyggja sem sagt þjóðirnar sem eru 25%, rúmlega 25% af þjóðirnar. Svona mars, svona svipað og svarti fóru í Bandaríkjunum á tímum Martins Luthers og svona. Þetta er svoleiðis göngur. Já, svipað sko, og þeir stefna til Líma, til höfuðborgarinnar og er að krefjast afsagnar Dino Boluarte sem er núna sem þau segja hafi rænt völdum. Já, sem er ekki forseti sko, heldur er settur forseti eins og er. En við þurfum að skoða þetta aðeins. Við erum að byrja á forsögunni og ég verð að kynna þig. Þú heitir Eyjólfur Eyvindarsson. Já. Kallaður ég sagði þú værir kannski flestu þekktu sem Cesara rappara. Jú, sviðsnafnið Cesara, já. Það er svona að þú ert með 2 nöfn. Forsaga þessa, af hverju spretta þessa tilur? Sko, þetta fer náttúrulega alveg aftur í þegar að Spánverjarnir koma og eitt af þessu sem að gangan þessi sem er að fara á stað núna, hún heitir La Marcha de los Cuatro Suyos eða sem sagt 4 þjóðagangan, það var rauninni sem að mótmæli eða samþjöppun þjóðana gegn Spánverjunum uppalega og svo aftur núna 2000 þar sem annan nafn sem er kannski þekkt, Alberto Fujimori, hann var kjörinn og þá var að mótmæla því að kosningarnar hefðu verið svik, það hefur verið kosningasvindl. En sko, Perú er að mörgu leyti mjög auðugt land af ýmsum námum og olíu og öðru og það er fyrir löngu síðan sem sagt, það kemur sem sagt, fólk flýst frá Japan og sest að. Spánverjar setja stað náttúrulega og blandast það frumbyggina og það verður fljótt svona ráðastétt, svona valdastétt í rauninni sem að frumbyggina hafa ekkert það að segja. Og Alberto Fujimori verður forseti. Eru Japanir þá hluti af yfirstéttinni? Já, þeir blandast náttúrulega Spánverjunum? Já, og frumbyggjarnir eru þá svona frumbyggjarnir hafa í rauninni voða lítið það að segja sem gerist í landinu. Alberto Fujimori verið forseti og það er svo sem ekki alveg vita hvort að það hafi verið á sínu tíma sko, það hefur fyrir löngu síðan. Var í rauninni einræðisherra og það voru dauðasveitir og annað. Og þá kemur skínandi stígur. Það voru mjög herská samtök sem að ég held að fyrstskipti sem kom í fréttunum heima það var gíslataka í sendiráði held í Líma örugglega og það voru dauðasveitir sem brutust inn og þeir bara drápuðu alla og var blóðadrifin saga sem að síðan sem kemur honum frá völdum meiri málaferli því þau hafa verið tengd sko, kemur úr efnahagslífinu og það kemur rauninni, hann er í fangelsi núna, Alberto Fujimori, og kemur í veg fyrir að hann gæti boðið sig fram. Þá var dóttir hans Keiko Fujimori sem að fyrir 16 mánuðum síðan var í skilorðsbundnu rauninni, hún er sjálf núna í fangelsi, hún var forsetaframbjóðandi gegn Pedro Castillo sem er af frumbyggja ættum og er kennari og fyrir 16 mánuðum síðan verður sem sagt forseti landsins og hefur alveg síðan hann kemst til valda verið í baráttu við þingið. Þingið hefur verið að reyna að koma nú frá sko það er til síðan 1839 þá er til í lögunum eitthvað sem heitir sem sagt fjarvera forseta eða immoral það er hann óhæfur til þess að gegna starfinu og þá getur þingið skipa nýjan bara koma honum frá nema þeir reyndu það búin að reyna það 3 sinnum á þessum 16 mánuðum og tókst það í 4. skipti og það var núna í byrjun desember
og það er upp af þessum mótmælum sem eru núna og hann er settur í fangelsi og það var ýmsar svona sko, það sem að þeir voru að bera á hann var svona að hann er stólið eitthvað sem saman gildi eitthvað 70 evrum eða eitthvað svona, þetta var allt eitthvað svona minni máttar en að nota þetta ákvæði sem er ennþá til sko síðan 1839 og tekst það síðan því að meirihlutin í þinginu var á mótunum því að hann fór þá að reyna að leysa upp þingið og komast að stjórnarskrá þingi og breytingum að stjórnarskráni og þannig að þetta er mjög mikið róttækni hann er sjálfur sem er að gerast og líka þess að náttúrulega færa þetta svo mikið stuðning frumbyggjana núna. Þetta er stjætta átök. Þetta eru stjætta átök og þetta er líka, hvað er það að segja, þjóðarbrots átök? Já, þetta er eitthvað leiti uppgjör við nýlendustefnuna og fortíðina. En hver er anstæðingurinn ef hann er fulltrúið þessa sem að frumbyggjana lástjættana? Keiko Fujimori var eins og sem fór í farabrotti sem hún tapaði í kosningunum og svo náttúrulega hefði hún aldrei orðið forseti því hún var á leiðinni í fangelsi. Eða það kom á daginn að hún var sem sagt dæmd. Þannig að anstæðingun er í rauninni bara þeir sem að töklinu haldin á öllum auðvitað landsins. Tök á þinginu? Það er þingmennin og þeir sem eru í þinginu, þeir eru ekki hluti af þeir koma ekki úr þessari frumbyggja eða verkamannastjætt. Þeir hafa beinlega hagsmuni af því, alveg svo tímis að því við nefndum Chile náðan, það er sko 90% af Chile búið engavæð og mjög mikið af Peru líka. Það eru spænsk orkufyrirtæki sem að dæla olíu þarna út og það var mjög slæmt olíuslys þarna núna fyrir ári síðan í stjórnartíð Castillo en þetta er sko hann er sjötti fósetinn sem að lendir í þessu á 4 árum. Þannig að það er búið að vera viðvarandi stjórnarkreppa og anstæðingurinn er þá valdastjættin að þeir sem að eiga eða telja sig eiga auðlindirnar. Og þau hafa skipulega eitthvað stjórnmálaafl þannig að þau halda völdum á þinginu og meðan að meginþóra almennings nær bara kjósa þannig að eina kallinn, fósetan, sem að er síðan alltaf með raunverulega stjórnkerfið og stjórnmálastjættina á móti sér. Þetta er nú staða sem að hefur komið víðar upp í Suður-Ameríku. Já, og krafan núna, fyrsta krafan var hérna núna í desember var að flýta kosningunum og hefur alltaf verið að þessi Búlvardi sem hún var ráðherra, hún var hluti af kosningabandalegi sem að fylgdi Castillo á málum, hún var ráðherra og var settur fóseti þegar hann er sendur í fangelsi og fjölskyldan hans fekk hæli í Mexíkó að flýta kosningunum og að leysa upp þingið og síðan kemur krafan með stjórnarskrárbreytinguna til að geta meðlans breytt þessu það sé ekki, það er eitthvað lög sem eru að verða 200 ára gömul í rauninni og eru misnótu á þannig hátt, það er ekki eins og hann var alveg hæfur til að gegna starfinu þó að þingið komist Já, ég meina hann var kosið með meirihluta atkvæða, hann er kennari og hafi greinlega stuðning fólksins þannig að þetta er svona nú veitum ekki alveg hvað gerist, það er búið sko, það er rosalega harka í sko hann greinlega hefur ekki haft stuðning hersins því að það er alltaf lykilatriði í svona stöðum er að herinn skiptir máli og það eru 50 manns núna, bara í dag, fjall 50. manneskjan, síðustu 7 voru greint með skotsár, bara skotin, einhver hefði orðið fyrir bifreiðum og annað. Í mótmálunum? Í mótmálunum, síðan í byrjun desember. Þannig að nú veitum við ekki hvað gerist, sko, en það er þessi svaka fjölda hreyfing, sko. En þetta snýst náttúrulega svolítið mikið hvað við fáum miklu meiri fréttir af þessu til dæmis heldur en ég veit ekki hvað sé takmark á Íslandi en svona almennt í heiminum heldur dæmis Kólumbíu það voru svakalega stór mótmæli og allsherjarverkfall í vorið 2021 sko og hefur verið reglulega og reyndar eitt sem hefur gerst líka saman við þetta, ekki bara fólk hefur verið tíni lífi í mótmæli heldur líka hafa verið að handtaka núna handtóku félagsmálaleiðtoga og verkalýðsleiðtoga og annað, einhverja 3 sem voru handteknir núna. Ég fann ekki út fyrir hvað, en það er sennilega því þeir að leiða eitthvað mótmæli eða eitthvað svoleiðis.
Þannig að það verður áhört að sjá hvað gerist. Það er allavega Hverju er fólkið að mótmæla? þessu. Það vil að fórsetin segja af sér og að veri kosningar og það vil fá þennan Sinn mann. fórsetan úr haldi. En þau vilja fá sinn mann og hvað á þeirra maður að gera? Hverju á hann að breyta í samfélaginu? Já, í rauninni leysa upp þingið. Þannig að þú veist... Þannig þetta er svona stjórnsýslu deila. Já, til Frekar heldur en þessi að verið að berjast gegn fyrir betri kjörum, betra húsnæðiskerfi. Nei, því þetta er greinlega mesta fyrirstaðan, því það er ekki lýðræði þarna. Það er sannlega lýðræðiskrafa bara. Já. Svipað og er stundum hér. Það eru margir hér á Íslandi sem líta svo á að það þurfa að breyta grunnkerfinu til þess að geta náð fram einhverju réttlæti. Jú, já. Það er mjög veik útgáfa af því sem þetta er. Þarna, nú eru náttúrulega Perú og Chile eru nágranna þjóðir, þeir eru á vesturströnd Suður-Ameríku og í Perú eins og Chile núna það er líka hreyfing fyrir að láta breyta stjórnarskránni. Í Chile þá voru kosningarna það núna í fyrra og það gekk ekki eftir að breyta því það var svo svakalegur áráður það að ef að stjórnarskránni breytt að þá eru þeir sem ættu land og ættu annað þeir myndu missa það sem er náttúrulega ekki satt en gleymum ekki því að það er rosalega auðugar og í Chile líka kopar til dæmis 90% af því öllu er í eigu bandarískra og erlendra fyrirtækja Og arðurinn flest úr landi. Já, og fólk í rauninni bara vinnur við að það er ríkinu og skattborgurinn ekki til góða nema takmörkuðu marki. Þetta er svipað og hefur gerst í Bólívíu líka og er svolítið í gangi núna ennþá þegar Evo Morales verður kosin fórseti og hann er fyrsti frumbyggja. Fórsetin þar, hann kemur úr verkalýðshreyfingunni Þannig að það sem verður hólmafalli er að þeir sem að töpuðu, hægri öflin þar, þeir töpuðu kosningunum og það var að vera endurkjöra þá fóru þeir að gjamma það hefur verið svindl og annað og þá kom samt allir frumbyggjarnir og verkalýðshreyfingin líka, þeir náðu því aftur. En það sem er áhugavert að skoða í þessu því að stundum er sagt frá heima það eru samtök Ameríkuríkja þau eru vist byrja mjög sértæka á það hvað þau fjalla þeir tala af ekkert sagt þetta núna í Perú þau sagði ekkert valdanánið í Bólívíu til dæmis en ef það er eitthvað annað eins og þegar að hægri tapar í Bólívíu og þeir fara að segja já, þetta er kosningasvindl eða eitthvað líka, þá kemur þessi samtök Ameríkuríkja sem að ekki einu svona öll Ameríkuríki fá að vera með í þá fara þau eitthvað að gjamma en þau segja ekkert þetta núna. En nú eru vinstri menn að vinna kosningar víða í svona stærsta náttúrulega Lula, Lula de Silva það var fórseti í Kólumbíu sem Pedro, já og það er vinstri maður í Mexíku það ferðu Almo, já og það er rosalega vendipunktur heldur líka, hún sér að Mexíkó er náttúrulega það búa rúmlega 100 milljónir þar það landfræðilega er Norður-Ameríka land sem að með þvílíkan auð annar land í heimi með silfur til dæmis, þeir eru með eigin olíu, þeir eru með rosalega mikið af auðafum og það er róttækumæður sem að styður róttæka stjórnmálamenn í Suður-Ameríku. Já, fjölskylda Castillo fekk hæli og í Mexíkó og líka Evo Morales þegar hann þurfti að flýja því að hann var beinleys bara það var einn hermaður sem var að gæta sem bara gaf sig upp og sagði bara ég geti það ekki þeir buðu FBI hafði þjálfur hluta af lögreglunni og hann sagði að þeir hefði boðið honum bara $50 fyrir að skjóta fórsetann eða komunum á stað þar sem var þetta fellan og þá kemur Mexíkó og líka eins og með þetta með samtök Ameríkuríkja sem átti að vera núna hann í fyrra og fórseti Mexíkó fór ekki á þann fund af því að Kúba fer ekki að vera með og það eru fleiri ríki sem fá ekki að vera með Nicaragua og fleiri sem eru svakalega viðskiptaþvinganir ekki bara á Venezuela og Kúbu heldur líka á Nicaragua og Nicaragua er fann að snúa sig meira til Kína til dæmis þannig að þetta er áhugavert ég held að
það sem getur spáð eitthvað fyrir það, en það sko, mótmæli munu halda áfram, það er örugglega meira fólk eftir að deyja því miður, en hérna, það verður vonandi einhver breyting, það er náttúrulega svolítið erfitt þegar að herinn og vopnavaldi er í höndum andstæðinganna, sko. En það hafa orðið breytingar á svona allsherjarverkvöllum og svona göngum og stundum hafa ríki fallið til hægri við þetta. Já, og sko það er þekkt eins og í þessum löndum að hérna bændurnir og frumbyggjarnir þeir þurfu ekki mikið til að stöðva umferðina, þú veist, flutningaleðunum. Ég var vitni að svoleiðis einu sinni í Mexíkó til dæmis, bara þá settu bara grjót á veginn og stóðu bara, þú veist. Og hérna, og þetta er náttúrulega svona, þú veist, lögreglan kannski kemur en hún getur ekkert gert, þú veist, það er kannski nokkru lögregluþjónar hætti náttúrulega bara út í sveit, þannig að þeir velja staði það sem þeir komast illa að. Þannig að hérna, já, og í staðin fyrir samtök Ameríkuríkja þá er náttúrulega Alba og CELAC og önnur samtök sem að sameina og getur við sagt þess að vinstri sveiflu sem er í gangi, að það er ítök, sko, og það kannski sjáum við líka í mannfallinu og því þetta er örþrifaráð í rauninni. Þetta er hérna, það verður ofbeldi verið meira í rauninni. Og það kannski veitum við ekki, kannski er það dæmi með að þetta nálgist endalókin. Það nálgist endalókin. Já, við vonum það. Já. En það áttur að taka tíma, svo sem. Já. Það er eins og þú búist við þetta eftir að koma bara slæmafréttir hana á Perú. Já, sko, ég held að fólki sé bara búin að fá nóg. Ég held að, og það hérna, þú veist, ég er að fylgjast með myndum að mótmælum, sko, og það er rosalega mikið tákgrænt, þau ganga með, sko, svona eftirlíkingar líkistum með nöfnum og fæðingardegi og dánadegi þegar fólk sem hefur dáið og svo náttúrulega bara handtaka fullt af fólki líka og það, en þau, sko, það er eins og með í Bólivíu og eins og með þarna, þú veist, þetta er ekkert eitthvað sem byrjaði fyrir 10-20 árum, þetta er sko meira 500 ára gamalt. Þegar frumbyggjarnir rísu upp að þá er að rauninni endurtekkingin á þessu, hérna... Það er sterk hefð fyrir andstöðu, þó svo að andstæðan hafi kannski ekki náð árangri. Nei, en við náttúrulega átt okkur á því að þessar þjóðir eru sko, frumbyggja þjóðir Ameríku og Norður-Ameríku, þú veist, þau lömdu ekki hvort annan, sko. Þeir ofbeldið sem að hérna, verður síðan til, það er innflutt. Það kannski geisuðu einhver átök og svona, en þú veist, að kýla mann og annan, það var bara ekki til. Og svo náttúrulega í kaldastriðinu var líka flutt inn þarna ofbeldi. Já, og kondor á... Þessu dauðasveitir og fleira út að nefna, Þetta var þróað annar staðar í Indónesíu og víðar og flutt inn til Suður-Ameríku. Já, það var kondor áætlunin, fólk getur lesið það sem var samhæft og það voru pyntingalæknar frá Brasilíu sem voru settir inn til þess að Pinochet var og í Argentínu og herfangistjórn í Brasilíu og þá meira minna réður öllu þarna með, það var ekki endilega bara Bandaríkin, það voru fleiri, það voru Bretland og Frakland og meira af þessum gömlu nýlendu veldum, sko, en já, það var svona kerfisbundið eftirlit og mannskvörf sérstaklega. Það er að brjóta niður andstöðuna við ríkjandi völd. Já, sem að síðan sko, að reyna búa til ótta. Það snýst það, að skapa ótta. En mér sýnist á þessum mótmælum í Perú að sko, það áttir að fleiri eftir að falla og hryllingur en það er, ég held að þetta er áratug eftir áratug, þannig að ég held að fólk bara núna er það bara að fá nóg, sko. Þannig að, já, það verður áhugavert að sjá hvað gerist. Já, herru, takk fyrir að koma og ræða um Perú. Þú rættir nú reynda líka aðeins um Chile. Herru, frá Suður Ameríku átökunum, að þá ætlum við að fara niður á annan átökapunkt sem er Ráðhús Reykjavíkur. Trausti Breiðfjörð kemur hérna eftir augnablik borgarfulltrúi sósíalista.
Það var borgarstjórnarfundur í dag og Trausti Breiðfjörð, Magnússon, Já. borgarfulltrúi, er komin hingað. Hver voru málin í dag? Það var náttúrulega fyrsta umræðan, þá vorum við að ræða ljósleiðarann, stöðu hans. Sem að mátti ekki ræða síðast, ég man eftir því. Já. Þá var Sjálfstæðisflokkurinn vildi ræða þetta og svo komu þeir hver á fætur öðrum og voru að saka Sjálfstæðismönnum að svíkja trúna og það var svona smá dramatík. Já, það hefði búið að fresta þessu tvisvar, þegar beðið þetta tvisvar og verið frestað. Hún sagði sig úr rýnihópnum, hún Marta, er eitthvað rýnihópur sem er að fara yfir stöðuna og pólitíski fulltrúar inn í rýnihóp. Já, úr öllum flokkum sko og síðan á þessi rýnihópur að gefa út eitthvað álit hver næstu skref verða en svo er náttúrulega málið að ég er með einn af þeim sem er í þessum rýnihópi, við fáum ekki að sjá samningin við sín sem á að liggja til grundvallar ákvörðun hvað á að gera svo. Ok, við erum þá sem ekki vita, hvað snýst þetta mál? Hver er að kaupa ljósleiðara hverjum? Ljósleiðarinn er að stærstum hluta til í eigu Reykjavíkur, hann er í eigu Orkuveitu Reykjavíkur sem er meiri 90% eigu Reykjavíkur, en reglurnar segja að Reykjavík má ekki hafa bein afskipti af þessu fyrirtæki. Þetta er alveg rosalega flókið. Reykjavík tilnefndir menn í stjórn Orkuveitunar, en svo stjórn má ekki skiptast að ljósleiðarinn dinglar þarna sem svona eins og sjálfstætt batteri. Já, og svo líklega smá Orkuveitan heldur ekki leggja neitt fyrir inn til ljósleiðarans. Út af samkeppnistakmörkunum? Út af samkeppnistakmörkunum einhverju reglur frá Fjarskiptastofu. Þetta er væntanlega kært og það tæki kannski 5-6 ára að fá niðurstöðu og það væri væntanlega einhverja sektargreiðslur við því, sko. Okay. Þetta fyrirtæki á ljósleiðara sem ég held að Reykjavíkingar muni eftir, Orkuveita var eiginlega með fyrstu að leggja ljósleiðara. Já, þetta heit Gagnaveita Reykjavík. Já, það var svona hugmyndun að Gagnaveitan væri bara eins og Vatnsveitan og Rafmagnsveitan og Skolpið. Það væri bara hluti af Orkuveitinu að byggja þetta upp. En síðan fóruðu önnur fyrirtæki að leggja ljósleiðara líka. Já, Míla er þarna núna í dag og sem er núna í eigu fransks fjárfestingarsjóðs. Já, og það er kannski stað sem er að ógna ljósleiðaranum að Míla geti tekið þarna yfir og valdið einokunarstöðu. En er ekki Sín eða gamli Vodafone líka með ljósleiðara? Eða keyptu þeir þjónustuna af Orkuveitunni? Já, ljósleiðaran var að kaupa þjónustu af Sín. Það er það sem við fáum ekki að sjá. Við fáum ekkert að vita hvað felst í þessu samningi. Þetta er rosalega flókið mál, en við erum svona að reyna að átta okkur á þessu, en stjórn ljósleiðarans lagði það til eigandan sem er Reykjavík, að það yrði farið í hlutafjárútboð á 40% hlut í fyrirtækinu. Til að ná í peninga til að gera hvað? Til þess að bara geta staðið í samkeppni við Mílu og ekki orðið undir. Og þá er kannski ykkur hætt á því að Míla gæti orðið bara einokunar aðili. En við vorum svolítið að koma inn á punkt að það er mikið að tala um þessi samkeppnismarkaðar. Þetta er náttúrulega bara fákeppnismarkaðar og það er mjög sérstakt að fyrirkomulagið sé svona. Við séum ekki að tala um þetta sem grunninnvið. Þetta er náttúrulega ekkit ólíkt því að vera með vatnsveitu eða vegakerfi. Þetta er bara eiginlega það sama. Þannig að það var upplæður hugmyndin að Orkuveita myndi byggja það bara upp. Já. Svo getur bara aðrir keypt dreifingu í gegnum þetta. En það leiddi hins vegar til, ég held að á tímabili hafi verið 3 að leggja ljósleiðara. Já, sem að var eins og 3 var að leggja Skolp. Já, og Síminn var held ég á því áður en að Míla tók yfir. Nei, Míla er náttúrulega frá Símanum ekki. Já, Míla er frá, já. Ég held að Vodafone hafi verið með. Já, það getur verið. Sko. En var eitthvað niðurstaðið í þetta? Nei, það eru bara umræður og við máttum ekkert, við vorum bundin rosalega miklum, það er svo mikið að trúnagögnum hjá okkur sem sitjum í þessum rýnihóp, þannig við megum rosalega lítið tala Opin mæk en ekki má segja neitt. Já, í rauninni, maður var svona að tala í kringum þetta og bara lýsa yfir svona prinsipafstöðu sinni gagnvart þessu, eins og við vorum bara að tala um að við hefum ekki verið að selja þetta, en það er lítið annars sem við getum sagt, sko, við getum ekki kafað á dýptin í þessu, það er svo mikið af trúnaðargögnum og sem er mjög sérstakt að líka við sem eigendurnir fáum ekki að sjá þessi bara samningar sem fyrirtæki hefur gert. Þetta er svo rosalega aðskilið og það er held í út af einhvers konar Evróputilskipunum sem kveða á með þetta hefur alltaf verið aðskilið. Það er búið að lögfesta nýfrjálsíkjuna. Já, það er búið að lögfesta nýfrjálsíkjuna. Þannig að hún heldur bara áfram og kjörni fulltrúar með ekki skipta sér. Nei, en það sama gildir samt ekki með einkafyrirtæki. Það er náttúrulega, ég bara þori nánast að fullera það ef að fyrirtæki einkaeigu, það má alveg hafa afskipti af sínu dótturfyrirtæki. En að því að við erum opinber aðili, þá megum við ekkert eiginlega vita, þetta er mjög sérstakt. Félag okkar Reykjavíkinga. Það er ómerkilegra heldur en einhver fjárfestingarsjóður í Frakklandi. Já, það verið störa.
Herðu, Reykjavíkurborg, það var líka rætt húsnæðis, hvað er þetta kallað? Sáttmáli? Já, þetta er kallaður húsnæðissáttmáli og sem snýst það að auka framboð. Það er húsnæði. Já, auka framboð húsnæði. Þið voru með fund þarna, alltaf stjórnmálamenn að halda okkur fundi. Já, það var Sigurður Ingi og núverandi og tilvörandi borgarstjóri, eða var ekki bara tilvörandi borgarstjóri á fundinum? Jú, Einar og svo er Heiða Björgan og Dagur var heldur líka. Var hann ekki út í Suður Afríku? Ég held að hann hafi verið nýlendur þarna til að klippa, hann er alltaf lendur þegar eitthvað svona sko. En hvað var sáttmálinn? Hann snýst það að það á að fara að auka framboð á húsnæði eins og við talum, einfalda regluverk og hvað þýðir það? Það er mjög loðið orðað en það er ábyggilega þannig Sörfur ekki á geymslu og svona? Já, ætli það ekki og svo er náttúrulega talað að 5% af öllu húsnæði vera félagslegt sem er skammalega lágt af því að við sjáum að í löndum í kringum okkur er þetta á 20% en Þessi 5% regla er búin að vera í mörg ár? Já, hún er ekki ný? Nei, hún er ekki ný en þau stillaði þannig upp eins og þetta sé eitthvað nýtt og 30% af öllu húsnæði á að vera því sem er kallað viðráðanlegu verði. Hvaða húsnæði er það í dag? Hvaða húsnæði er það í dag? Já, eitthvað svona, þú veist, 5% er líklega bara félagsbústaður, kannski bjarg. Já, svo hvað er hitt? Óhagnaðardrifið og vistvænt húsnæði á að vera inn í því. Eins og þorpið upp í... Já, eitthvað svoleiðis einmitt. Það er rándir íbúður. Það er rándir íbúður og það er náttúrulega ákveðin grænþvottur í þessu. Ég sá auglýsingu í vikuna svo að tala indisreit, vistvænan indisreit. Og þetta er eitthvað svona nýjir yfir lúxusíbúðir en það er svolítið búið með að klæða þetta. Vesturvin á Héðinsreitnum sem Óli Ól er með. Það eru ótrúlega dýrar íbúðir. Einmitt. Það er svona meðalverðið er held ég 1100 skall fermetri. Já, akkurat. En það er talað að það þurfa einfalda regluverkið sem ég skil ekki af því að hagnaðurinn er alveg gigantískur á þessum húsnæðismarkaði. Ég skil ekki hvernig það getur einhvern náttur íþingjandi eins og staðin núna. Ég kíkti á það er Jáverk sem að smíðar þetta fyrir fyrirtæki sem Ólafur Ólafsson á. Þeir greiddu eigundum sínum út milljarði í arði í fyrra. Já, einmitt. Þannig að það er engir... En það sem að maður er velt fyrir sig, að menna að kynna svona, nú á að byggja 3000 íbúður, ég er þetta búin að missa töluna, sko, svona, af öllum þessum blaðamanna, kynningafundum, dagspjaki svona hvað ætla að vera að byggja mikið, ég er búin að tapa áttum. Já. En það er alltaf verið að bæti í og vera að bæti í. Ein gagnrýni sem ég hef heyrt á þetta er að þetta er bara innihalslaust tal, vegna þess að það eru mörg verkefni sem eru í gangi nú þegar, sem að ganga mjög hægt, vegna þess að það bara er ekki til fólk til þess að byggja þetta. Nei. Þannig að það er ekki til íbúðir fyrir fólkið sem ætti að vera að byggja þetta. Nei. Þannig að það er bara orðin svona innbyggð svona skortur í kerfinu, alveg sama þótt að borgin ætla að vera með 3000, 4000, 500 lóðir, að líklega verður bara mjög hæg uppbygging á þessu vegna þess að það bara vantar mannafla. Já, akkurat. Er verið að ræða þetta sjónarhóttni? Þetta heyri ég svona frá svona iðnaðarmönnum. Já, einmitt, það var ekki talað um þetta í dag á fundinum en ég get alveg trúið að þetta sé rétt. Við sjáum líka eins og með nýja Landspítalann hafi dreifst á langinn og þau voru að lofa nýri þjóðarhöll sem á að vera tekin í gagni eftir 2 ár held ég. En minnst þessi plön vera rosalega ég veit það ekki, óraunsæ. Já, það eru summa menn sem bendið mér til þetta. Ég, dóttir mín var á Barnaspítalanum núna eftir áramótin og þá labbaði maður út og þá er svona, grindverk og ég kíkti alltaf yfir, aðtöku hvað það væri. Ég sá aldrei neitt verið að vinna þetta. Nei. Og mér er sagt það, ég veit ekki, ég hef ekkert fyrir minnum að bara það sem mér er sagt, að það sé hægagangur í framkvæmdinni, Enda sérðu það líka í yfirlýsingunum sem átt að vera þegar skóflustúka var tekin að þá átti þetta að vera tilbúið á næsta ári, 2024. Nú er verið að tala um 2028 og læknarnir og fleiri segja það er í fyrsta lagi 2030. Já, maður sé lítinn gangi í þessu. Ég var ekki líka fyrir nokkur árum að ákveða að þau ætluðu bara markvisst að hægja á framkvæmdunum. Ég minnið það að vera einhverja hagræðingar að gera inn í fjárlagafrumvarpinu. Á Landspítalanum? Já, um 50% eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það er kannski markvisst verið að hægja og þá er eitthvað spartnaður í því. En þá getur verið erfitt ef það er hægagangur. Þá getur verið erfitt að keyra í gang mikla íbúðabyggingu. Já, getur verið það, algjörlega. Hverju á að byggja þetta, þessar íbúðir? Hverjir? Já. Borgin ætlar ekki að byggja neitt? Nei, borgin ætlar ekki að byggja neitt. Hún stærir sig af miklu samstarfi við verkalýðsfélögin, Bjarg. Bjarg er bara búin að byggja 500 íbúðir síðan 2016. Já, þau talum að það veri stór hluti af þessum viðráðanlegu íbúðum, það veri þessi óhagnaðardrifnu félög. Bjarg er held í stærsti hlutin af því, en það er, þau tala mikið um það að þau sé að veita svo miklu stofnframlagi það, en þau harðneita því að borgin er að byggja á nokkurn hátt
sjálf húsnæði. Þau eru rosalega mikið líka, þegar kemur að félagslegu húsnæði, þá eru þau að kaupa tilbúnar íbúðir sem að verktakar hafa byggt nú þegar, sem er miklu dýrar heldur en að borgin myndi til dæmis byggja þau sjálf líka. Þannig að það er einhver hugmyndafræði þarna sem trompar skynsemina. Já. Það var hann að þau nefndu 5%. Fyrst þegar það kom inn, að þá var það þannig að verktaki gat eiginlega skilað inn til félagsbústaða á háu verði. En núna er það víst að búið að laga þetta eitthvað aðeins. Já. Það er eiginlega samið hámarksverð áður en þetta er. Já. En þetta var þannig að þeir lofuðu að byggja þessi 5% eða bjóða félagsbústöðuna eða gerðu það svo háu verði að félagsbústöðu keyptu það ekki. Já, einmitt. Þannig að það er alls konar lekar í kerfinu. Já, svo var líka að tala að borgin eigi ekki að sitja á, ekki borgin lóðarhafar eigi ekki að sitja of lengi á lóðunum sínum áður en það er svo ég sé ekki að afsala eitthvað svoleiðis. Ég har ekki tekið fram hver mikill tími á að vera. Ég heyrði Dag segja það í viðtali 10 ár. Já, einmitt. Ég var ekki viss hvort að ég hafa verið að dreyma ekki en á 10 ár, það er einmitt sem þau eru með þarna. Já. Þannig að það gerir náttúrulega ekki neitt, sko. En það kannski stoppar, það hefur verið svona brask, ég held til dæmis, veit ekki hvort að Blikastaðalandi var þannig. Það er svona verið svona lóðir sem hefur verið beðið með rosalega lengi. Já. Í einhver svona braskhugleiðingum að það myndi hækka í verði. Já. Kannski stoppar eitthvað svoleiðis, svona langtíma brask, eitthvað sem á gott aðgengi að pinningum. Já, akkurat og einmitt. Herðu, en fyrir svona viku og 10 dögum, þá töluðu borgarbúar ekkert annað heldur snjómokstur. Var ekkert rætt það? Eða útrætt mál í borgarstjórn? Já, var umræða það heldur fyrir 2 vikum í borgarstjórn og svo lögðum við fram tillögu í síðustu viku umhverfis- og skipulagsræðum að borgin myndi draga útvistanir tilbaka í snjómokstri og myndi bara sjálf fara að sjá það. Koma sér upp græjum og hafa bara sveipa fyrirkomulag var þegar vélamiðstöðin var. Og þá gæti fólk, vélarnar, þau var ekki bara sinna verkum á veturnar, það er líka að tengja sláttuvagna við þetta á sumrin og slá grasbletti og allt svoleiðis, en það ætti ekki að vera eitthvað óhagkvæmar heldur en að útvista og jafnvel ódýrara því að boðleiðirnar styttast með þessu. Og þá er það svona græjur til þess að máka gangstéttir og svona. Já, traktorar í rauninni, þú veist. Svona bobcat, er ekki að kalla það? Jú. Það vantar svolítið, það er mikið kvartað yfir mokstri á gangstéttum. Já, mikið á gangstéttum. Fólk kannski lappar eftir það sem er búið að móka, svo allt inni kemur það bara af ísvegg. Já, einmitt, og fólk í hjólastólum og svona, það kemst ekki leða sinna og gamalt fólk og svo er líka með strætóskílinn, það er bara, það er ennþá ekki búið að móka frá stórum hluta þeirra. Og það var náttúrulega rosaleg mengun í síðustu viku og þá var send út yfirlýsing að við ættum helst að vera inni en ef við vildum fara út þá þyrftum við helst að taka strætó og svo er hópur af fólki sem á erfitt með gang og er kannski eldri borgari líka og ætla að taka strætó og þá náttúrulega blasir þetta við og þau geta ekkert komið sleðar sinna. Borgin hefur verið gagnrýnt fyrir þetta árum saman og gagnrýnin er svolítið það að fólki í ráðhúsinu sé ekki með svona fókusin á svona grunnþörfum íbúana. Þú veist, götur ekki sópaðar, þú veist, það er kveikt allt og seint á göturljósunum, það er ekki mokað, þú kannastu þetta, það er alltaf verið að líður alltaf lengri tími heldur að sorpið er tekið. Já. Heldur það sé eitthvað hæft í þessu að ráðhúsið og meirilutin séu svona svífi yfir þetta og svona kveiki ekki á því að þau eru bara í svona grunnþjónustu. Já, ég held að finnst þetta bara ekki nógu spennandi mál. Þetta er ekki ég veit það ekki, þetta er kannski ekki fallegt þegar þú ert að auglýsa það og er gert tillögur á þessum. Ég veit að ég þekki fólk sem getur ekki ímyndið sem neitt meira spennandi. Þetta er að fara þegar það er búið að vera mikil snjókoma og fara að móka snjó. Ég er alveg sammála því, en ég held að þetta sé bara, þau eru ekki á þessari bylgjulengd einhvern veginn. Þeim finnst skemmtilegra að tala vistfélög og græna uppbyggingu og eitthvað svoleiðis sem er eiginlega merkingarlaust en eru svona skreytingar, Ég held að það sé svolítið málið. Herðu, Trausti, talandi eitthvað skemmtilegt, þú ert eiginlega nýkjörinn borgarfulltrúi. Já. Finnst þetta skemmtilegt? Já, mér finnst það. Þetta er rosalega skemmtilegt. Svona mikil reynsla að bara vera í þessu öllu. Ég var með þetta á fyrsta fundinu mínum áðan án Sönnu, hún var veik í dag, þannig að það var svolítið challenge. Já. En það gekk rosalega vel og já, þetta er bara búið að vera rosalega skrítið en skemmtilegt samt. Þannig að þú kannski áttar þig betur á þessu eftir einhverja mánuði, hvernig þetta er? Já, ábyggilega. Ég er ekki ennþá einhvern veginn búin að, þetta er bara einhvern veginn búið að gerast rosalega hratt. Ég held að eftir kosningarnar þá geti ég kannski hvílt mig og svona aðeins, litið tilbaka en það verður ekki
maður ekki haft tíma einhvern veginn í það þá, sko. Ég held að þetta sé ekki þannig, ég held að Nei. það sé bara ítt út í djúpulögin Já, jú, þetta er svolítið svoleiðis og þetta verður bara bara... Sindru eða sekkur. Já, þetta er svolítið þannig og maður er bara eitthvað að busla, sko. Ok, við vonandi Sindru Trausti, þakka fyrir að koma hingað og við ætlum að hafa svona borgarstjórnar hluta í rauðaborðið á næstunni. Þannig að við höfum eftir að sjá meira af Trausta og vonandi Sönnu líka þegar hún næsir. En núna ætlum við að fara að tala allt annað, það eru kvótamálið. Ég ætla að hringja í Skagafjörðinn og tala við Sigurjón Þórðarson sem fyrirverandi alþingismaður tillögur nefndar Svandísar Svavarsdóttur matvælaráðherra framtíð kvótakerfisins eftir augnablik. Þá bara byggjum þetta. Herðu, það hérna í dag kom eitthvað svona að vera að kíkja hún í pokan í öllum þessum nefndum innan Svandísar sem á að endurskoða kvótakerfið eða kannski ekki að endurskoða, heldur bara að búa til sátt það er svolítið verið að tala það. Og til þess að svona glögg og gráði þá ekki Svandís hérna til þess að svara því hvað í pokanum hjá henni, heldur hann Sigurjón Þórðarson, fyrirverandi þingmaður sem stattur á Sauðárkróki. Ertu ekki þarna, Sigurjón, blessaður? Hvað í þessum poka? Það sem í pokanum, það nú ýmislegt, en það ekki neitt í honum sem í ætt við stefnu Vinstri grænna. Það Vinstri grænir lögðu hér áherslu á fyrir margar kosningar að efla strandveiðar, efla byggðatengingar. Í tillögum Svandísar nú má einfaldlega finna þá tillögu þar ofarlega á blaði að það eigi að strika strandveiðar út, byggðatengingar út og það meira að segja eitt talsverður bleki í þessu tillögum í að sverta einfallega strandveiðar og dagrárabáta og það ýmislegt sem það kemur fram sem ekkert í samræmi við raunveruleikann því að ef menn fara og með afla dagrárabáti á opinn fiskmarkað og síðan afla af trollbátum, bottrolli, þá alveg ljóst að strandveiðiaflinn, hann selst hærra verði heldur nokkuð tíman það sem kemur upp úr togurunum. Þannig að þetta bara svona eins og við segir ómerkilegur áróður sem þarna að finna í skýrslunni sem svo stundum klæddur í einhvern búning, jafnvel svona kynjajafnréttis og vera að misnota þá umræðu alla sem snýra að jafnrétti kynja og kynhneigð fólks og þá umræðu alla. Það vera að blanda því inn í eitt mesta óréttlætismál sögunar. Já, eins og sett að bæta óréttlæti kvótakerfisins með því að auka jafnrétti eftir kynhneigð inn í fiskvinnslunni. Það var til dæmis einn tillaga þarna inn í öllu þessu það sem í rauninni vera að viðhalda hérna ástandi sem ég vil segja að engin þjóð í Vestur-Evrópu sætti sig við. Það verið að selja helstu útflutningsafurðir þjóðarinnar í gegnum skattaskjólsfélögum og Kýpur og hérna og þar. Og meira að segja Namibíumenn, þeir sætta sig ekki við þetta. En hér ekki tekið á þessu máli, heldur eru bara ýmsar missagnir og ein tillagan til dæmis þannig að það eigi að fara hleypast að verkefni það sem að 30% áhafnar sé annaðhvort kván eða hvað þetta heitir og konur. Það bara auka atriði, það bara fínt að fá duglegt fólk á þessu skip og allt það. En fyrst og síðast þá hlýtur sér umræðan sjávarútvegsmála að snúast réttlæti og hvern arður þjóðarinnar að þessari grein og að það skapist þá bæði réttlæti og skynnsem nýting á auðlindinni. Það ekkert að finna í þessu tillögum. Morgunblaðið gefið út af útgerðinni, það kom með fyrirsögn í dag, vilja viðhalda kvótakerfinu, segir Morgunblaðið. Er það rétt mat? Það kemur fram í skýrslunni að það vilji þess starfshóp sem að hún valdi til þess að koma með tillögur. En það ekkert eins og undirstrikið það ekkert í þessum tillögum sem nálægt þeim tillögum sem að finna í stefnu Vinstri grænna
og ekki heldur í þeim tillögu eða þingmáli sem að þingflokkurinn flutti núna fyrir örfáum vikum síðan. Það var að auka hlutdeild þess að þeir kalla félagslega hlutann í 8,3% í rúm 5%, úr rúmi 5% í 8,3%. Þannig að Svandís að leika þarna algjöran einleik og ég myndi segja sko að ef að Katrín ætlar að hafa einhvern stjórn á þessu flokki, þá hlýtur að það skoða skort að hún verður ekki einfaldlega sett af, því að hún ekkert að framfylgja stefnu Vinstri grænna þannig. En það varla markmiði, það búin til 4 nefndir með miklum fjölda fólks, nokkra tugir manna sem að koma þarna og vinna að þessu og þannig að þetta ekki flokksfundur VG sem að vinna þetta, út úr þessu kemur eitthvað. Uppdæmið svona, hún náttúrulega að fara þvert á stefnu Vinstri grænna og á stefnu einnig þingflokksins eins og það birtist í þingmálinu og eitthvað hlýtur þetta fólk í þingflokknum að meina þegar að setja fram svona þingmál og Svandís virðist bara ekkert gera með það, ekki neitt. En það sem kannski sárast í þessu að maður horfir á að þarna miklu púðri verið að eyða í það að sverta það litla jafnræði sem í greininni. Það jafnvel verið einhverja missagnir gæðamál í strandveiðibáta sem að standast ekki inn að skoðun þegar mann fara yfir markaðsmálin. Og það að við séum hér, þjóð sem að telur sig stundum vera upplýst og vel menntuð, að selja hér helstu útflutningsafurðir þjóðarinnar í gegnum skattaskjól og þessir auðjöfrar sem að reka þessi örfáu fyrirtæki eru að nota sína aðstöðu til að nánast að kaupa upp atvinnulífið á Íslandi. Það ekkert minnst á þetta í skýrslunni eða í þessari afrakstri þessari nefndar. Og eins og þú sagðir, hún velur þarna fólkin sem að annarkvort hefur starfað í útgerðinu þarna fyrir forstjóri Granda eða þá fólk sem hefur verið handgengið þessu fólki. Þannig að það var alveg ljóst frá upphafi hvaða afur myndi koma. En hún ekkert eitthvað sem að kjósendur Vinstri grænna geta nokkuð tíma svona samsamað sig við geti trúað. Ég ætla að sé það ekki. Það hafa komið fram skoðanakannanir meðal almennings þar sem að held ég að sé 13% sem að segjast þriðja kvótakerfið mikið eða að einhverju leyti og langstærsti hluti þeirra sem að ekki í þeim hópi eru andsnúnir kvótakerfinu. Myndirðu telja að fólkið í nefndin innan Svandísar væri fyrst og fremst úr þessum 13% hópi sem að telur kvótakerfið eru gott og vill viðhalda því? Fóru yfir þetta einhvern veginn og þá voru hlutvöldin akkurat öfugt. Það mátti telja að svona ef maður taldi þá með sem að voru svona í álitshópnum sko. Það var þarna Arnar Atlason, Artúr Bogason, en ef að þeir voru allir teknir frá, þá var þetta mjög einsleitur hópur þeirra sem voru fylgjandi og það sem manni kannski finnst svona furðulegast í þessu, það að það ekki einu svona tæft á þessum máli sem hafa verið upp á borðinu síðustu 2-3 árin. Við vitum það eftir afhjúpun Samherja málsins, umræðin í verbúðinni fyrir ári síðan eða hvenær það var, að öll þessi mál, að þá bara haldið áfram að tróða þessum viðbjóði ofan í kokið á þjóðinni. Ég á bágt með að trúa því að almenni félagsmenn sko, í þessum flokki sætti sig við þetta. Og það verður fróðlegt að heyra í þingmönnum svona, eins og Bjarna Jónssyni, hvað hann segir þessar tillögur sem hefur verið að flytja hér tillögur að auka þá félagslega þáttinn. Og síðan þá missagnirnar þennan og áróðun sem að finna þarna inn í þessari skýrslu. Þetta svo ómerkilegt og stenst enga skoðun. Það að vísu viðurkennt í skýrslunni, það sem hefur verið bent á, að við erum ekki nein vörumerki. Og það vegna þess að menn hafi verið svo uppteknir að selja gegnum sín skattaskjól og sín sölufélag að er raunveruleg sko markaðssetning þar sem að menn að búa til sérstöða markaði með vörumerki og gæðum, það hefur alveg farið sko framhjá, þannig að þjóðin að tapa gríðarlegum verðmætum að þessu.
Það fylgir oft spillingu að það er meiri hagur hins spillta að svíkja undan skatti eða stinga einhvern veginn undan, hann getur náð meiri hagnaði til sín með þeim hætti heldur en að byggja upp vörumerki og byggja upp hærra verð. Það er bara þjóðhagslegi kostnaðurinn af spillingarkerfi. Já. Við horfum núna á það að Samherji er að greiða hérna álögur vegna þess að hann hefur farið á svig við lög og það er jafnvel bara birt í sumu fjölmiðlum eins og að hann hafi sannast sakleysans í þessum greiðslum öllum, sko, mörg 100 milljóna greiðslum. Og svo kemur sjávarútvegsráðherra í rauninni á fund með forstjóra Samherja og heldur erindi síðastliðið haust, það sem að hann í rauninni hálfgert svona ráðherrann hálfgert svona fundaskraut hjá forstjóra Samherja sem hefur verið varpað út úr norska bankakerfinu og fyrirtæki eru undir fjölþjóðlegri rannsókn vegna alþjóðlegra misfella. Þetta auðvitað svona mjög alvarlegt og svo kemur vinnan í framhaldinni úr þessum hópi og staðis að menn væru að taka nokkur hænuskref í áttina í að laga hlutina, til dæmis með því að skylda að afli fari á frjálsan markað að einhverjum leyti, þá bara að fara miklu með frekar í hina áttina og réttlæta vitleysuna. Sigurjón, takk fyrir að koma að Rauða borðinu. Við sjáum til hvað kemur út úr þessari nefnd. Hún á að skila svona lokatillögum einhvern tímann í sumar. Svandís talaði að þetta yrði að frumvarpi á vorþingi 2024. Sjáum til hvað það gerist. Við skulum athuga hvort að VG-liðar séu sáttir við þetta og fá þá til þess að ræða sjávarútvegsmál. Fá þá við Rauða borðið að ræða sjávarútvegsmál. Sjáum til. Takk kærlega fyrir Sigurjón og nú höldum við á allra slóðir. Við ætlum að fara til Bretlands inn í heilbrigðiskerfið. Eftir augnablik. Já, heilbrigðiskerfið í mólum eða allavega í kreppu á Íslandi. Það vantar starfsfólk, það vantar húsnæði, það vantar pláss, það vantar legurými, það vantar hjúkrunarrými, það skröltur í öllu, fólk beðið að koma ekki á bráðadeildina nema það sé bara í lífshættu, eða svo gott sem. En kannski ástand á Íslandi ekki það versta. Það í Bretlandi hriktir í NHS heilbrigðiskerfinu sem eitt af dýrðardjásnum breska velferðarkerfisins. Til að ræða stöðuna þar hingað kominn í gegnum Zoom Guðmundur Auðunsson, hagfræðingur í London, blessaður. Hvað að gerast? Sæll, það bara allt í mólum hérna, eins og má segja staðan sé á Íslandi. Það sem eiginlega baksagan við þetta það að 2010 þegar íhaldsflokkurinn komst til valda, þá var farið í gegnum mikinn samdrátt í hinu opinbera. Og það var skorið mikið niður, þó það væri skorið minna niður í heilbrigðiskerfinu að þá fylgdi heilbrigðiskerfi ekki eftir því sem þurfti. Og það var skorið mjög mikið niður hjá sveitarfélögum sem þýddi það að til dæmis hjúkrunarheimili fyrir aldra fólk voru rekin af sveitarfélögum og það var ekkert fjármagn til fyrir þau, þannig að staða hjúkrunarheimili mjög slæmri stöðu sem hefur síðan áhrif á heilbrigðiskerfi vegna þess að það hellingur á gamlu fólki inn á sjúkrahúsunum sem kemst ekki á hjúkrunarheimili. Þetta bara nákvæmlega eins og lýsingin á ástandinu í Íslandi. Já, og þetta þessu fylgir það að langstæðstu kynslóðir eftirstríðsáranna eru núna eru orðin gömul og það þýðir og fólk lifir lengur, þannig að það þýðir það pressan á heilbrigðiskerfið eykst gífurlega. Og þetta var auðvelt að sjá fyrir. Það vita hvað kynslóðirnar voru stórar. En það var ekki pólitískur vilji fyrir því að auka fjármagn í kerfið, heldur var það dregið saman, þrátt fyrir fólksfjölgun, innflytjendur sem komu frá Evrópubandalaginu áður en gengu úr því. Þannig að pressan jókst á kerfið án þess að fjármagnin kæmi. Og þetta búin að ganga svona töluvert lengi og sjúkrahúsin og heilbrigðiskerfi hefur breynt að bregðast við þessu og gert alveg ótrúlega vel
miðað við takmörku fjárútlát. En síðan kom COVID og þá eiginlega þá sést hvað kerfið var í raun og verið slæmri stöðu. Þó að heilbrigðisstarfsfólk hafi gert stórvirki til að bjarga fólki, að þá sást að infrastruktúrin á heilbrigðiskerfinu var í algjörum molum. Þannig að starfsfólkið var búin að þræla sér út og bjargaði því sem bjarga varði í COVID-inu, en þá var bara komið að þolmörkum bæði kerfisins og starfsfólki. Starfsfólki hafði lækkað í raunlaunum seinustu 10 ár. Það skortur á starfsfólki vegna þess að meðal annars Brexit hefur ekki hjálpað, vegna þess að það er erfiðar að fá starfsfólk frá Evrópu til að fylla í lausar stöður. Þannig að þetta má segja, svo í sletti ensku, eins og perfect storm. Þetta kom allt COVID, fjársveldi, eldri kynslóðir og allt það. Þó að COVID hafði ekki verið hægt að sjá fyrir, þá var hægt að sjá fyrir alla aðra þætti. En það hefur verið lítið sem ekkert gert í því að undirbyggja það. Og eins og ég segi, að þá er það búin að vera smátt að hnigna kerfinu, en núna er eins og það sé bara komið á rennibraut niður og uppsafnaði vandinn kemur allur í einu. Og starfsfólki sérstaklega er bara búin að fá nóg og er farið í verkfall. Ríkisstjórnin neitar að semja við það. Þeim er boðið 4,5% launahækkanir í 11% verðbólgu. Þannig að það segir sér sjálft að þetta getur bara ekki gengið. Og hvað er það að nú var heilbrigðiskerfið veikt eftir langvarandi svo kallega sveltistefnu. Síðan kemur COVID og það einhvern veginn bjarga sér í gegnum það með einhverju svona átaki þar sem allir leggja sig fram. Svo þegar COVID gefur eftir að þá einhvern veginn virðist vera að kerfið sé miklu lakara heldur en fyrir COVID. Það er allavega tilfellið á Íslandi að það er eins og COVID framkalli einhvern veginn miklu, ég veit ekki hvað kallar þetta, svona hröðun í versnun ef það er til sem hugtak. Það er alveg rétt og það sem að gerir er það að það er auðvitað press á starfsfólkið. Margir hafa farið úr störfum, sérstaklega hjúkrunarfræðingar sem geta fengið störf og svipuð með jafnvel hærri launum annars staðar. Sú pressa kemur á það þegar að COVID auðvitað leiddi til þess að margara aðgerðir sem er ekki lífsnauðsynlegar að þær voru settar til hliðar. Þannig að sú pressa kemur líka. Þannig að uppsafnaður vandi kemur samhliða þessa fyrirséða vanda sem hafði verið byggjast upp lengi. Þannig að þessi auka uppsafnaður vandi virðist vera svona triggerinn til þess að vegna þess að spilaborgin var svo veik fyrir að það byrji bara hraunið allt í einu. Og stjórnvöld sem að koma fram og ætla kannski að vera með samskonar stefnu hefur áður verið, svona lækna þetta hér og þannig gera eins lítið og mögulegt er svona tjastleita saman, þá kemur í ljós að það er bara ekki að virka, heldur þurfa stjórnvöld að koma raunverulega með einhverja stefnu sem er eins og, nýtt upphaf eða eitthvað slíkt, kannski miklu stórhugaðri stefna heldur en að þessum stjórnvöldum er mögulegt. Getur það verið vandinn? Já. Þetta á bæði við Ísland og Bretland er það að það sem þarf að þetta gera er að starfsmannaskortur er viðvarandi og það er líka á Íslandi. Það þarf að undirbúa það að það þarf að mennta fleira starfsfólk. Það er bara einfallega það að við þurfum að heilbrigðiskerfið og það á þetta við bæði Bretlandi og Íslandi, nema Ísland kemur baby boom. Stærstu kynslóðarnar eru svona upp úr kringu 60 á Íslandi, meðan að stærstu kynslóðarnar í Bretlandi eru 50, þannig að það er verst á eftir að koma á Íslandi ef ekkert verður gert. Það sem þarf þetta að gera er það að við þurfum að sætta okkur við það þýðir ekki Bretlandi og ég líka tekið eftir á Íslandi, þá er alltaf að segja, já við veitum jafn mikið fjármagn og við gerðum í fyrra og við bættum meira aðeins í. Það er ekki nóg að bæta aðeins í til þess að standa í stað jafnvel. Þannig að það þarf töluvera fjárútláta aukningu og samfélagið verður bara sjá það að það þýðir ekki vera með einhverja pennastrik og segja í fjárlögum, já þetta fengur í fyrra, þá geta þið fengið þetta, kannski við skutlum inn 100 milljónum með viðbót eða eitthvað svoleiðis. Það er bara ekki nóg.
Og stór þáttur í því líka sem skapar vandamál bæði hérna í Bretlandi sérstaklega og á Íslandi sem líka á eftir að versna, að það verður að líta á hjúkrun aldraðra sem hlut af heilbrigðiskerfinu. Vegna þess að það þýðir ekkit bara að eins og kerfið núna, þá eru það sveitarfélögin sem sjá hjúkrun aldraðra. Það þeim í hag að halda fólkinu á spítölunum. Og það spítölunum í hag að koma þeim auðvitað út og það miklu þjóðfélagslegra, það miklu dýrara fyrir þjóðfélagið að fólki sé á spítal. Þá ekki eins og að tala það að quality of life eða hvernig fólk, auðvitað vilja fólk frekar búa á hjúkrunarheimilum heldur en á spítala. Þannig að það verður að líta á þetta helstaðan á og það verður að samfélagi verður bara að sætta sig við það að það fari töluvert stærri hluti af þjóðartekjum til heilbrigðiskerfisins. Það sem að hefur þróunin verið, bæði í Bretlandi og Íslandi, það að minna og minna af þjóðarframleiðslu hefur farið í heilbrigðiskerfið þegar hefði átti að raun að fara hinn áttina. Hér áður fyrir voru Íslendingar 11-12% af þjóðarframleiðslu fór í heilbrigðiskerfið. Núna það hvað? 8-9% ef ég man rétt. Það var skröld svolítið að undarfærið vegna þess að landsframleiðsla fór niður í COVID og heilbrigðisþjónustuna upp, þannig að það er svolítið erfitt að meta raunverulega hver staðan akkurat núna. Já. En sko, á Íslandi var haldið upp í fjórðungssjúkrahúsum á hverjum einasta fjórðungi að miklu fátækara landi. Núna búið að leggja meira og minna all sjúkrahús að þjónustu niður nema að hluta til á Akureyri, eða allt komið til Reykjavíkur. Þessi þróun hefur líka verið í Bretlandi að það verið að loka minni sjúkrahúsum og reynt að fara í gegnum stór risasjúkrahús og þegar að pressan kemur, þegar að sverfir að þá miklu erfiðar að eiga við pressu sem kemur frá COVID eða bara pressu sem almennt vegna þess að pressan á heilbrigðiskerfið að auka, þeir mjög færri einingar sem voru með til að bregðast við þeim. Þannig að stjórnvaldsstefnur fyrri ára bera gífurlega ábyrgð á þessu og taka sem dæmi Bretland að þá var kerfið öfund heimsins og upp úr 80 þá kerfið talið það eitt af því besta heimi en samt eitt af þeim ódýrustu heimi. Það var til dæmis töluvert ódýrar en franska eða þýska kerfi. Thatcher komst í valda og hún vildi auðvitað breyta því sem að gekk vel af því að það átt að búa til í nafni nýfrjálshyggjunar. Þá var risak batterínu sem hét NHS sem var í raun og veru eitt batteri skipt upp í smarri einingar sem átt að vera í samkeppni eins og fáránlega hljómar í heilbrigðiskerfinu. Það leiddi til vandræða, leiddi bæði til þess að kerfið var dýrara og þjónustan verri. Þegar að verkefnaflokkurinn komst í valda að það mega eiga það að þeir eittu töluvert miklu í heilbrigðiskerfið í upphafi þessar aldar. Ef maður skoðar, og ég búin að vera töluvert lengi í Bretlandi og ég man það hvað heilbrigðiskerfið virkaði eiginlega mjög vel á fyrstu árum þessar aldar. En þessu var öllu snúið við með komu íhaldsstjórnarinnar, þannig að það þarf annað eins átak og þarf í raun og veru meira átak. Það var auðveldara að bæta heilbrigðiskerfi í upphafi aldarinnar þegar stóru kynslóðnar voru ekki komnar á aldur heldur en núna. En stjórnvaldsaðgerðir það sem bera fyrst og fremst ábyrgð á þessu ástandi. Guðmundur, þú fylgist líka með umræðunni hérna á Íslandi. Þar einkennið þannig að það eru heilbrigðisstéttirnar, stundum fyrst og fremst læknarnir á bráðavaktinni sem eiginlega reka kröfurnar að það sé gert eitthvað til þess að bæta heilbrigðiskerfið. Alla kannanir benda til þess að þetta sé það sem almenningur leggur mest áherslu á, að uppbyggingu heilbrigðiskerfið styður við allar heilbrigðisstéttir. Þær fara stundum í verkfall, alltaf styður almenningu það. Á móti eru svona stjórnvöld sem að eins og sé ekki alveg til í að ræða málið. Það sé kannski ekki þetta vandamál, kannski vantar ekki hjúkrunarheimili, kannski vantar heimahjúkrun, kannski
kannski er vandamál ekki vantar legurými, heldur vantar hjúkrunarrými, kannski vantar ekkert inn á bráðavaktina, heldur, þú kannast við þetta að vera svona kasta boltar fram tilbaka eins og stjórnvöld sé ekki alveg til að ræða mál út frá neinni tiltekinni, neitt einasta tiltekið atriði, vegna þess að þau vita líklega að þau standa höllufætt og þyrftu þá að fara til breytinga. Hver er munurinn á umræðunni eða líkonum á því að samfélagi nái að tala sig niður á einhverja stefnu á Íslandi og í Bretlandi? Í mörguleyti það ótrúlega lítill munur. Nema það að eins og þú myndist á í upphafi, var það að heilbrigðiskerfið svona þjóðarþjást Breta og það er pólitískt sjálfsmorð ef þú ætlar að gera stórfellda breytingar af því og ef það fjarar undan því. Enda sést það að ríkisstjórnin hérna er alveg gífurlega óvinsæl. Þeir virðast ekki átta sig á því að það þarf róttæka aðgerðir í heilbrigðiskerfinu. Það er að reyna að lappa upp á kerfið með því að veita smá fjármagn hér, smá fjármagn þar. Það er vissulega og ég teki eftir í umræðun á Íslandi það að það hefur verið svolítið að það sé svolítið brugðlinnar kerfisins og ég get ekki séð það hvorki í Bretlandi né á Íslandi að það sé brugðli í kerfinu. Það brugð sem að sést hérna venjulega að það ótrúlega miklu fjármagni veitt í management consulting, það að segja sérfræðinga sem að gera úttekt. McKinsey skýrslunar á Íslandi, það hefur verið að panta alltaf skýrslu frá McKinsey reglulega. Það alltaf verið að tala þeir uppáldi að þeim að skera burtu fitu. Þeir skilja nefnilega ekki munin á fyrirtæki og þjónustustofnun. Og það er búið að eyða stórfé í þetta sem hefur verið hluta á vandamálinu hérna í Bretlandi það að það hefur verið að skera niður vegna þess að það sé sagt, þessar McKinsey skýrslur segja, já, við erum með tæki sem kostar 1 milljón pund á 2 sjúkrahúsum, en tækin annað meira heldur en það gera í dag. Þannig við lokum öðru tækinu og tökum alla í hitt tækið, vegna þess að þá verið að nýta fjárfestinguna miklu betur. Og þetta leiðir auðvitað til þess að getur leitt til skelfilegra aðstæður. Oft þetta spurningin líf og dauða. Þetta ekki bara spurningin það hvort að hagnaður verði meira eða minni. Það var einmitt lærdómurinn sem var víða dreginn af COVID að áherslur McKinsey og félaga sem voru alltaf að veita stjórnvöldum ráðgjöf að hafa 100% nýtingu á sjúkrarúmum var raunverulega algjör dauðastefna því að það má ekki hósta á kerfið án þess að það bara bresti undan þegar álagið svo mikið. Og þá, ég man eftir fyrir 1,5 ári umræður meðal lækna það hvort það ætti að stefna kannski 74% eða 82% nýtingu á legurými. Ég heyrði heilbrigðisráðurinn á Íslandi segja núna daginn að vera 100% nýting á legurými í Landspítalanum. Þetta fjarstæða, það því að það má ekkert koma fyrir og það hefur líka fækkað sjúkrarúmum bæði í Bretlandi og Íslandi það vegna þessara McKinsey-væðingar sem hefur verið gert vegna þess að það þarf að vera vegna þess það svo dýrt fyrir samfélagi, þá erum við ekki bara að tala einstaklingana, það dýrt samfélagslega ef það kemur högg svona eins og COVID að þegar þú ert að keyra á full capacity þá má ekkert út að blása og það getur verið miklu dýrara að vinda ofan af ruglinu eftir á heldur en að hafa eðlilega nýtingu í kringum segjum 80%, 75-80% á sjúkrarúmum. Guðmundur, kæri þakki fyrir að veita okkur einsýn inn í NHS og kreppuna þar. Við munum halda áfram að fjalla heilbrigðismál hér við Rauðaborðið. En ég ætla að segja, þakka gestum mínum öllum í kvöld, kærlega fyrir og ykkur sem voru að hlusta. Rauðaborðið búið í kvöld, það verður aftur á morgun klukkan 8. Þá ætlum við að ræða ykkur allt önnur mál og fáum allt aðra gesti. Hér á eftir þá byrjar leigjandinn aftur, þáttur sem að Guðmundur Hrafn Arngrímsson var með í fyrra og að hefja göngu sína að 9. Hann verður þar með nokkra spennandi viðmælendur, hvet þá sem að ekki eru búin að fá nóg að sitja enn við tækin og hlusta á leigjandann. En ég segi takk fyrir í kvöld og góða nótt.
Sælverið og verið velkomin í þáttinn Leigjandinn, lífið á leigumarkaði. Ég heiti Guðmundur Hrafn og er formaður samtaka leigjenda á Íslandi sem heldur út í þessu þætti. Nú, þessi þáttur verður klukkan 10 á þriðjudagskvöldum strax í kjölfarið á Rauðaborðinu. Ég verð hérna svo sjálfur á mánudagskvöldum með Gunnari Smára á Rauðaborðinu þar sem við förum yfir fréttir af málefnum og leigjenda. Nú, við ætlum að byrja þennan þátt og þennan fyrsta þátt á nýju ári á því að fara aðeins yfir fréttir af málefnum leigjenda, bæði þar sem að gerast núna þessa dagana og þar sem hafa gerst núna nýverið eða undanfarið haust eða svo. Nú, heimildin nýr miðill sem var til eftir samningu Kjarnans og Stundarinnar birti frétt í morgun af því að fyrirstaða mikil væri við inngripum í verðmyndun á leigumarkaði væri hjá Sjálfstæðisflokknum. Þrátt fyrir að skoðanakönnun sem samtök leigjenda lét gera fyrir sig í september síðastliðnum sýndi fram á tæplega 80% stuðning landsmanna við leiguþaki og leigubremsu, að þá virðast allar hugmyndir slíkt stranda á Sjálfstæðisflokknum. Þrátt fyrir að góður hluti kjósenda Sjálfstæðisflokksins styddi leiguþak og leigubremsu eins og kom fram í könnunum, en þá var það nánast alveg óháð hvaða flokkar fólk kjós, búseta þeirra, eignastaða, að það voru langstærsti hluti almennings fylgjandi því að sett verið annarkvort leiguþak eða leigubremsa. En heimildin segir frá því í dag að andstaða við slíkt sé hjá Sjálfstæðisflokknum, sem að kemur mér persónulega spánskt fyrir sjónir, að flokkur sem að rekur bæði svona stefnu að hér ríki viðskiptafrelsi og líka það að verja hag þeirra sem að reka hérna verslun og þjónustu á Reykjavíkursvæðinu, að þeir sem að reka slíkt, þeir myndu sjálfsögðu vilja sjá þennan 35 til 40.000 þessar fjölskyldur á leigumarkaði hafa aukið ráðstöfunarfé til þess að taka þátt í bæði verslun og þjónustu á pari við þá sem að búa í eigin húsnæði. Þannig að kjósendur Sjálfstæðisflokksins, sérstaklega þeir sem að reka hérna fyrirtæki í borginu, ættu að sjá sér hag í því að svo slík stór hópur af íbúum borgarinnar ætti auðveldara með að veita sér bæði þjónustu og vörur sem að þeir hafa upp á að bjóða. Þannig að það og bæði þeir sem að þau félög og fyrirtæki sem að eru í samtökum atvinnulífsins, að það er ekki með örfáir aðilar sem að hagnast á núverandi ástandi á leigumarkaði, en bæði þeir sem að reka bæði leigjendur og þeir sem að eiga von á því að börnið er að fara út á leigumarkaðinn og fyrirtækjaeigendur á höfuðborgarsvæðinu ættu að sjá sér hag í því að styðja hugmyndur leiguþak eða leigubremsu sem myndu losa 20 milljarða af ráðstöfunarfé leigjenda á hverju ári. En allt slíkt virðist hins vegar stoppa á Sjálfstæðisflokknum og ég spyr bara af hverju. Hvað er það sem að sjálfstæðismenn sjá við leiguþak og leigubremsu sem við hin sjáum ekki? Nú að því, við erum að tala leiguþak, þá birtist fréttir af því í síðustu viku að London School of Economics hafi gefið út rannsókn síðastliðið sumar sem var svo flutt erindi úr á húsnæðisráðstefnu í Barcelona síðastliðið haust, en niðurlag þeirrar kynninga var það að það er enga vísbendingur það að regluverk á leigumarkaði, annarar eða þriðju kynslóða leiguþak sem myndu hugsanlega heita leigubremsa með viðmiðum. Það er að segja að það eru viðmið fyrir því hversu upphafslegan má vera há og svo eru regluverk hækkanir. Ekkert slíkt, það er enga vísbendingur að slíkar ráðstafanir hafi haft áhrif á húsnæðisframboð. Þannig að alla úrtölur þeirra sem eru á móti leiguþaki, leigubremsum og segja að það muni stórskaða framboð, þá bara ekki rök að styðjast. Það sem það gerir hins vegar, svona inngrip, leigubremsur og með innbyggðum viðmiðunarverðum, það fækkar bákaupmönnum og bröskurum á húsnæðismarkaði sem ég held að við séum öll sammála að sé að vinna góða.
Þannig að þetta eru skilaboð sem þurfa að komast til kjósenda Sjálfstæðisflokksins sem að samkvæmt skoðanakönnunni að meirihluti þeirra reyndar styður leiguþakið. En af hverju þetta stoppar hjá Sjálfstæðisflokknum, það þurfa aðrir að svara. Nú, það berast fréttir frá Belgíu, frá Flæmingalandi í Belgíu, en þar hafa stjórnvöld núna á föstudaginn ákváðu að veita 600 milljónum evra í að byggja félagslegt húsnæði. Nú, í fyrra samþykkti ríkisstjórn Flæmingalands að veita 1100 milljörðum í aukna uppbyggingu á félagslegu húsnæði í Belgíu og eru núna að fara af stað með að byggja 6.000 nýjar íbúðir. Helmingurinn af þessar upphæðum fór til sveitarfélaga sem eru að byggja á eigin vegum og helmingurinn af þessar upphæð fór til fyrirtækja sem að sinna rekstri íbúða í félagslegri eigu. Þetta myndir samsvara því að Íslenska ríkið setti 10 milljarða í ár í uppbyggingu félagslegt húsnæðis. En eins og við vitum öll þá svo upphæð langt frá þeim veruleika sem við búum við. En þetta eru ráðstafanir belgíska stjórnvalda sem þó þegar búa við gott reglverk á leigumarkaði með leigubremsu og viðmiðunarverðum. Það er til dæmis hafa verið framlengt úrræði stjórnvalda að frysta leigu. Það er að segja ákveðin hluti húsnæðis má ekki hækka neitt. Það má ekki hækka neysluvísitölu eða ákveðin viðmið stjórnvalda, heldur 0% hækkun á húsalegu og ákveðnum flokki tegund húsnæðis í Belgíu. Sérstaklega talað húsnæði sem að ber háan húshitunarkostnað. En þetta eru fréttir frá Belgíu. Í Skotlandi var ákveðið núna seint í síðustu viku að framlengja leigubremsu eða frystingu á leigu 3 mánuði. Þessi ráðstöfun átti að renna út 31. mars næstkomandi en þingi hefur samþykkt að framlengja aðra 3 mánuði. Það er að segja húsaleiga í Skotlandi má ekki hækka neitt á þessu tíma og hefur þessi ráðstöfun verið við líður síðan í október. Þannig bregðast vinir okkar og frændur í Skotlandi við þrýstingi á leigumarkaði. Þeir bara fara beint í þetta og reyna eftir fremsta megni að verja leigjendur fyrir sjálftöku og okri á húsaleigumarkaði. Þetta eru náttúrulega ráðstafanir sem að við hér á Íslandi, leigjendasamtökin á Íslandi, kalla eftir. Nú, við ætlum að ræða hérna við Már Wolfgang Mixa, hann verður gestur þáttarins í kvöld. Hann hefur framkvæmt stórmerkilega rannsókn og skrifaði grein í maí síðastliðnum tvísýnileika fólks á leigumarkaði. Við ætlum að ræða við Má aðkomu hans að þessari rannsókn og greinaskrifum og hvað innsýn hans inn á íslenska leigumarkað getur, hvernig hann getur deilt henni með okkur. Hann verður hérna hjá okkur eftir augnablik. Hann sestur hérna hjá mér, hann Már Wolfgang Mixa, hann dósent við Háskóla Íslands og hann hefur verið að rannsaka íslenskan leigumarkað og í síðastliðið vor kom út frá honum ásamt samstarfsfólki hans mjög merkileg rannsókn íslenska leigumarkað. Vertu velkomin. Takk fyrir. Nú, mér langar til þess að fara hans yfir þessu rannsókn vegna þess að hún hefur vakið mikla athygli og sýnir líka þörfina á því hvað mikilvægt að rannsaka íslenska leigumarkað. Nú, sko byrja kannski á því bara hvert var tilefnið fyrir því að rannsaka íslenskan leigumarkað? Hvað kom til? Já, það var svona frekar tilviljunarkennt svona leiðin að þessar rannsókn. Ég hef verið að rannsaka töluvert mikið húsnæðismál svona í gegnum tíðina, aðalega þá kannski lánaform tengslu við húsnæðismál. Það kannski hrunið þið munið að fyrir hrun þá hafði ég áhyggjur að því að húsnæðisverð væri farið að verða óraunhæft og ég hafði miklar áhyggjur að því að fólk væri að spenna búin of hátt og kannski bara í því sambandi fólk var að fara að taka erlend lán til þess að fjármagna húsnæðiskaup. Já, maður heyrði mikið af því einmitt á tímabili. Já. Þetta væri svona einhver
töfralaust. Já, og töfralaust sem að reyndar kannski á endanum vera töfralaust því að fyrir suma því að það voru kveðnir upp dóma sem að gerðu sum þeirra lána ólögleg og á meðan að aðrir sátt eftir í súpunni því miður og síðan í framhald af hruninu þá það nú reyndar nokkuð veginn gleymt að margir mistu húsnæðið sitt og húsnæðisverð lækkaði bara næstum svona í krónutali næstum 20% á sama tíma og verðbólga var hér í kringum 20, jável 30, hækkaði 30% á einhverjum 2-3 árum og í framhald af því þá var mikið tala það svona efla leigumarkaðinn en svona mína rannsóknir svona horfðu aðalega til svona fjármálalegra þátta sem að voru kannski eins og verðtryggð lán og augljóslega það var augljós ókostur við verðtryggð lán að þau hækkuðu þegar húsnæðisverð lækkaði og hef ég til dæmis oft nefnt það að þegar ég tengja lán við húsnæðisvísitölu en ekki neysluvísitölu að í því sambandi þá bæði lánveitindur og lántaki sem að taki í raun og veru sameiginlega áhættu varðandi lánveitingu og ég skrifaði greinur það að hægt væri þá að nýta séreignarsparnar, hluta séreignarsparnar til þess bæði að greiða inn á lán og líka að leggja til hliðar pening til þess að fjárfesta í húsnæði. Já, í svona útborgun. Í útborgun. Og svo ekkert ósvipað eins og skildursparnaðurinn sem var hérna við lýði fram yfir 1990. Einmitt. Og hugmyndi bak við það var meðal annars bæði svo að ungt fólk ætti betra með að komast inn á húsnæðismarkað en einnig að þeir sem að mistu húsnæði sitt og fóru nauðugir á leigumarkað að þeir ættu þá betri möguleika til þess að komast aftur inn á húsnæðismarkað. En fyrir einhverjum 4-5 árum síðan þá fekk kona mín boð að skrifa grein í tímarit varðandi húsnæðismál og þá aðalega hreyfanleika fólks, ferðamennsku og annað slíkt og hver áhrifin væri á húsnæðismarkaði og hún fekk mig svona til þess að í raun og veru leiða þá vinnu að mörgu leyti og það var svona við þau skrif og þær rannsóknir í tengslu við þau skrif sem að það má bara segja að ég hafi orðið bara fyrir svo litlu áfalli að hvernig smá saman ég svona sá hversu staða leigjenda á Íslandi, hversu sú staða var í fyrsta lagi slæm og einnig hversu stór þessu hópur var og og það sem var kannski sláandi við þá vinnu var að svona hlutfall leigjenda á Íslandi jókst mikið eftir hrun af augljósum ástæðum, fólk misti húsnæði sitt og það hlutfall það hélst nánast óbreytt bara í gegnum bara áratugin bara 2010 til 20 þrátt fyrir góðæri þrátt fyrir þetta mikla góðæri og þetta kom svona dálítið að því að það sem var að gerast var að hér, ríkti mikið góðæri en það var að mestuleyti ferðamaðurinn sem að sáum að hann var svona helsti drifkrafturinn í að koma okkur út góðærinu og nú ég ekki að gera lítið úr vinnu annara en hann svona, það má segja að ferðamaðurinn hann bæði skapaði störf en líka kom með gjaldeyri inn til landsins sem að var mikið þjóðþrifamál í sjálfu sér en bæði olli þetta því að mikið af því húsnæði sem fyrir var á langtímalegu
það færðist yfir í skammtímalegu. Og sama tíma er lítið byggt. Sama tíma er lítið byggt og mikið af því sem var og er byggt er þá fyrir ferðamenn eða efna einstaklinga og auk þess til þess að virkja í raun og bara til að anna eftirspurn af nýjum ferðamönnum, að auknu fjölda ferðamanna, þá þurfti að flytja inn nýtt vinnuafl og mikið af þessu vinnuafli sem hefur verið að koma, þetta hefur breyst í innflutta Íslendinga og ekkert nema gott það að segja. En það er svona frekar, maður þarf nú ekki að, það þarf nú ekki að maður þarf ekki að vera háskólamenntaður til að sjá það. Að hér er þá að framboð á leiguhúsnæði að minnka samhliða því sem að fleiri einstaklingar nýir að koma til landsins langt umfram eðlilega fólksfjölgun. Og framlegð í íslensku byggingariðna á þessum tíma, hún dreigir saman, þó hún hafi tekið við sér hérna árum 2016-17 mitt í kjölfarið á því að hér koma fleiri ferðamenn, að þá dregst framlegðin saman og er ennþá ekkert í nefnum hlutfalli við fólksfjölgun. Nei, það hefur ekki verið byggt nægilega mikið af nýjum íbúðum og það er nú kannski eitt sem að þyrfti að rannsaka betur, bara hversu mikið af íbúðum er þá nýtt fyrir bæði sem húsnæði fyrir fólk til að kaupa og til að leiga. Og þó svo að það séu svona vissulega svona skammtíma sveiflur fyrir hendi að svona til lengri tíma litið þá sveiflast íbúðaverð og leiguverð, það er svona ákveðin taktur í því. Þannig að svona öllu jöfnu ef að íbúðaverð eða húsnæðisverð hækkar eða lækkar, þá fylgir leiguverð því hlutfalli svona ansi mikið. Já, það eru oft talað um þessa samfylgni á milli húsalegu og hækkandi verðs á fasteignamarkaðum. En hvernig þegar maður er svona, þú ert búin að fá þessa svona innsýn inn í íslenska leigumarkaðan við þessi skrif þín, þá vakna einhverjar spurningar, koma einhverjar tilgátur og hvernig nálgast maður svona verkefni þegar maður fer að stað með svona rannsókn? Hvað gefur maður sér einhverja forsendur? Ertu ennþá fyrir einhverjum áhrifum til dæmis af hruninu og hafa upplifað það að stórir hópar af íslenskum fjölskyldum fara á leigumarkaðinn, þau eru först þarna, svo koma kannanir reglulega frá Íbúðalánasjóði, seinna húsnæðis- og mannvirkjastofnun, sem að svona sýna hægt og rólega fram á að staða leigjenda er slæm. Bara hver eru forsendurnar og hvernig nálgast maður svona verkefni þegar maður fer út í svona stóra og mikla rannsókn? Já, það er svona fræðilega svarið er að það er sett upp einhvern rannsóknar spurning. Þannig að þú byrjar á einhverju punkti og þú sért með eitthvað markmið að geta svarið einhverju einni eða tveimur spurningum og síðan ertu í raun og veru ertu í samræð, þú ert í einhverjum skona samræðum við þau fræði sem að liggja fyrir, þú gerir rannsókn og kemst síðan einhverju niðurstöðu með ákveðna forsendur. En síðan í mínu tilviki, í þessu tilviki í það minnsta, að þá má segja að rannsóknarspurningar nýjar komu fram og Eftir því sem að þú tala við fleiri leigjendur og rannsaka meira, þá vakna fleiri spurningar. Fleiri spurningar vakna og eins og ég sagði áðan, upphæðlega að vera aðtúa bara hver áhrifin eru á leigumarkaði, en síðan svona þegar maður sá hversu slæm staðan var á leigumarkaði, þá má segja að greinin sem að þú vitnaðir í áðan að þú veist ekki hvað húsnæði þú ferð í næst, að sú grein þá var meira áhersla lögð á stöðu leigjanda en ferðamanna iðnaðurinn áhrif bara ferðamennskunar
eru þetta undirliggjandi þáttur, það segir sig sjálf. Og en það eru bara aðri þættir líka sem að spila inn í og þetta flókið samspil og það bara til dæmis húsnæðisverð og húsnæðisverð tengist þá vaxtastígi og launaþróun og samfélagsleg mynd, samfélagsgerð Íslendinga. Á síðustu 20 árum þá hefur Íslendingu fjölgað það var nú eitthvað leiðrétting daginn á fjölda Íslendinga en við erum eitthvað á síðustu 20 að bara frá aldamótum þá hefur okkur fjölgað Íslendingum það bil 100.000 manns að því þessi nettóaukning að því 50% innfluttir Íslendingar og þeir eru margir hverjir, hafa ekki fjármagn, koma hingað fyrst í upphafi til þess að vera hér til skamstíma en síðan þegar þeir fara að fasta rætur hér að þá fara þeir inn á leigumarkað og auka þá fjölda fólks á leigumarkaði og ef það ekki byggt til að mæta þeirra eftirspurn eða byggt eða hreinlega bara húsnæði setti hlíðar fyrir þá eftirspurn að það hefur vissulega áhrif á bara möguleika fólks til að finna það verður erfitt fyrir alla líka. Þetta verður bara fyrir þá sem eru þar fyrir og þeir sem eru að koma nýjur á leigumarkaðin. Það sjálfsögðu meðan að framboðið helst ekki í hendur við eftirspurnina. Nú þú talar í þessari grein hugtakið tvísýnileika. Þú getur skýrt það bara stuttumáli fyrir okkur. Hvað þýðir þetta hugtak og hver tvísýnileiki fólks á leigumarkaði? Já, það nú kannski ég skrifa þetta með 2 mannfræðingum sem að eiga nú heiðurinn af því að hafa lagt þetta fram í þessa grein en það sem að svona í stuttumáli þá hér verið að draga saman óöryggi, óvissa veit ekki hvað morgundagurinn ber í skauti sér svona frá ýmsum hliðum þetta bæði spurningum bara getur verið vissum að leigan sé stöðug leigan sem að þú ert að greiða ertu að glíma við óvissu að hugsalega fari leiguhúsnæði þitt allt í á Airbnb-markað og hver eru réttindi þín ef að það til dæmis fer mikla mynda sleki þú eru að kvarta í leigusalaðinn þetta svona, það má segja að þetta sé óvissa, óöryggi út frá mörgum sjónarhornum séð en orðið precarity og það svona það má segja að þetta sé svona óöryggi lýsir ekki alveg nægilega vel að því að óöryggi eins og óöryggi með einhvern einn hlut en þetta svona, það eru svo margir þættir sem að geta haft áhrif á þig á bara stöðina og líka ef þú skildir missa leiguhúsnæðið þarftu að fara kannski eitthvað annað bæjarfélag til að fá annað húsnæði og þá til dæmis fólk sem þá með börn að þá það í þeirri stöðu að það þarf að börnum félagslega samhengi þau ná ekki að festa rætur og það skapar svona allskins svona óöryggi varðandi félagslega aðstöðu og það má kannski segja að það sé svona slíkt flokkast almennt ekki undir óöryggi en þetta er svona stór mynd þessi tvísýnileiki því að þú undirtitill þessara greinar tvísýnileiki og upplifun leigjenda á íslenskum húsnæðismarkaði þannig að tvísýnileiki næri fyrir þetta óvissa ástand, óöryggið og svona þetta óþekkta sem að fólk þarf að búa við á íslenskum leigumarkaði ég las í greininni þar vitnar í rannsókn sem að var gerð Háskólann á Akureyri minn mig þar sem að talað að þetta ástand getur haft áhrif á heilsu fólks
þar jafnvel svona gefið skyn að þetta geti valdið mikið streitu, að þessi tvísýnileiki valdi streitu hjá fólki. Rakstu á það í þínum viðtölum við leigjendur? Það er aukin streita. Og jafnvel heilsubrestur sem að kemur í kjölfarið? Ég get ekki sagt að ég hafi orðið var við það, en það er svona, það þyrfti að fara mjög djúpa rannsókn á því að það þyrfti að skilgreina hvað er að velda heilsubrestunum. En það var nýlega gerð rannsókn varðandi óöryggi, þennan tvísýnleika á Írlandi. Og niðurstöðu þeirra rannsóknar var að ungt fólk það glímir betur við þennan tvísýnleika, og það er eldra fólk, það er miklu erfiðara með að glíma við þetta. Og það er kannski það er svona höfundar þeirra rannsóknar, þeir leiða líkum að því að eldra fólkið, sérstaklega þeir sem að hafa áður átt húsnæði, að þeir þekki það öryggi betur, á meðan þeir sem á meðan ungt fólk það þekki eiginlega í raun og veru ekki neitt annað sem fullorðnir einstaklingar, og getur þar að leiðandi svona meðhöndlað þetta ótrygga ástand betra. Og eru kannski svona á þeim stað að fyrir þeim leigumarkaðin tímabundi ástand, eins og hefur komið fram með rannsóknum hér að margir af því svona yngri leigjendum álíta ástandi vera tímabundi ástand. En þetta sem að þú ert að nefna, þetta er svona það sem að ég stefnaði, eitt af þeim atriðum sem að ég stefnaði að rannsaka betur hér á næstunni, hvar hópanir liggja, og með því að þetta geti líka þá aðstoða við að mynda einhvers konar stefnu, heildræna stefnu, og þetta er kannski eitt af því sem að líka mér fannst vera sláandi er hversu margir verðast ílendast á leigumarkað eftir hrun, að fólk komist ekki aftur inn í sitt eigið húsnæði. Og þetta á öryggi. Og sem að þá leiði til aukis öryggis. Og málið er að það er enga töfra lausnir í þessum efnum, og það er svona, það má kannski segja, ég er í raun og veru að reyna að svara nokkrum grunnspurningum, og ég er bara ennþá í þeirri vinnu að svara nokkrum grunnspurningum þannig að það sé betur hægt að marka leiðir til þess að vinna úr þessu vanda, í staðin fyrir í stað þess að gera kannski það sem bara hljómar vel, en gæti eftir á hyggja verið ekki alveg jafn góð lausn. Ekki markvist. Bara sem dæmi að þá hefur verið að tala um að auka framboð, og Timberley, sú kona sem skrifaði bókum Generation Rent, leigukynslóðina, hún bendir á til dæmis að það er ekki nóg bara að auka framboð, því að oft á tíðum þá er framboð aukið, en mikið af því húsnæði það er bara hreinlega tómt. Því að það er einfaldlega verið að bíða með því að auka ekki framboð, að þá hækki verð á húsnæði, og þá sjá einhverjir aðlar leika á borði með því að selja húsnæði seinna meir, og þetta til dæmis gerðist á Spáni í undanfari hrunsins 2008. Framboð jókst gífurlega, fólk var kaupandi húsnæði sem var síðan bara tómt,
og síðan enda það bara með skelfingu Já. árið 2009, 10 og 11. Já, ég hef svona í framhjálpi heyrt þessa afstöðu að ástæður þess að eigna fólk að kaupa hérna upp húsnæði sé ekki til þess að hagnast endilega á leigumarkanum, heldur til þess að geyma peningarna sína. Það ætli sér að losa þetta fé á einhverju tímapunkti og hafa notið þeirra ávöxtuna sem að hækkun á húsnæðisverði hefur gefið af sér á einhverju tímabili. Þannig að ég hef heitt þessa afstöðu hérna í sko bara undanfarið ár. Já, ég veit ekki til þess sjálfur þetta hérlendis, en þetta bara sýnir kannski að umræðan hún þarf að umræðan og stefnur það þurfa að byggja á nokkrum traustum grunni þannig að góðar tillögur með það sem að góðu vilja til staðar að það renni bara hreinlega ekki út í sandin og dýrmætur tími tapist í staðan fyrir að gefa sér aðeins lengri tíma til að hugsa góða leiðir og þegar það eru loksins framkvæmdar að þá virkið þær tiltölulega vel. En það eru vísbendingar, ég fór og satt á þjóðarspeglinum núna í haust og þar kom fram rannsókn, ég man nú ekki hver framkvæmdi þá rannsókn, en þar voru niðurstöður rannsóknum félagslega stöðu mismunandi hópa í samfélaginu og hvort að félagslega stað hópana væri streituvaldur og illi heilsubrest og það voru vísbendingar það. Ég spurði hvort að húsnæðisstaða eða staða þessara hópa á húsnæðismarkaði hefur verið greind sérstaklega. Hún var það, bara ekki búið að kynna þær eða vinna það niðurstöður. Þannig að við getum hugsanlega og ef vona því hugsanlega á næstunni fáum við minnstu kosti vísbendingur það hvernig félagslega staða ákveðna hópa á húsaleigumarkaði, hvort að það sé vísbendingur það að þessi tvísýnileiki valdi streitu og þar með heilsubresti. Og þetta vert rannsóknarefni að mínu mati. Við förum aðeins yfir í upplifun mismunandi hópa. Það vísað í ákveðna hópa í greininni sem við erum að fjalla að það út að tala bæði við einstæðaforeldra, út að tala við innflytjendur. Varstu var við það að það kemur fram viðhorf hjá þessu fólki að staða þeirra, félagslega staða þeirra, hefði einhver áhrif upplifun þeirra, voru útlendingar, voru upplifun þeirra verri, einstæðaforeldra? Almennt þá útlendingar þeir verða finna fyrir það nú svona bara misjafnt en í sumu tilvikum finna þeir fyrir neikvæðum viðhorfum og við lýsum í greininni svona nokkur dæmi það hvernig þeir svona verða fyrir neikvæðum áhrifum og því miður þá og ég ætla að taka fram að það eru flestir eru ánægðir með sinn leigusala. Þannig að það komi nú alveg bara skýrt fram að það ég sé ekki að gefi skyn að leigusalar almennt séu einhvers konar illmenni. En ég held að sé almennt þannig að fólk ánægt með sinn leigusala. Nákvæmlega. En því miður eru til dæmi það að leigusalar þeir hafi nýtt sér stöðu innflytjanda til þess að það sem að þeir hafi síðu þekki réttindi sín og annað slíkt og hafi ekki sterkt félagslegt net og hafi ekki einmitt þetta félagslega net og annað slíkt að þeir svona sjá sína stöðu í þessu ljósi jafnvel að staðir á leigumarkaði sé svona einhvern veginn lýsandi fyrir það bara almennt stöðu þeirra sem innflytjenda í íslensku samfélagi. Já. Það sem að ég kannski svona meiri áhyggjur af að nú þegar að þetta hlutfall helst hefur haldist þetta lengi svipað, það að segja fjöldi fólks á leigumarkaði, flestir bara 9 af hverjum 10 einstaklingu sem á leigumarkaði hafa ekki áhuga á því að vera á leigumarkaði og ég held að
svona í þvíljósi þá ég aðalega einblína bara í ár mun ég einblína að því að sjá sko hvaða leiðir eru mögulegir til þess að koma því fólki af leigumarkaði. Það verið að byggja núna fleiri íbúðir fyrir fólk á leigumarkaði sem gott, en ég get ekki bara tekið allan brauðhleifin í einu, ég verður þetta að velja nokkra sneiðar og gera það vel. En sko það sem að ég kannski áhyggjur af að nú þegar þetta hlutfall hefur haldið svona lengi að við séum að hér myndi smá saman stækkandi hópur fólk sem hluti af leigukynslóðinni, Generation Rent, og þegar það svona stór hlutfall sem að vill ekki vera á þeim stað að þá myndi ég vilja finna lausnir og í raun og veru kryfja vel hvað þurfi til þess að það sá hópur eigi betri möguleika til þess að komast af þeim markaði. Og ég ætla ekki að vera hófar hér og ég ætla bara að segja sko mínar hugmyndi varðandi séreignarsparnað höfðu mikil áhrif á þessari lausn með séreignarsparnað, fyrstu íbúðarúrræðið og en ég vil gera betur og mínar áhyggjur eru að hér þetta sko stærsti hópurinn á leigumarkaði í dag sem bara hefur svolega séð verið þannig, það eru ungt fólk en einnig einstæðir foreldrar, en það að þetta hlutfall hafi haldið stöðugt í þessu góðari, það frekar einsýnt að það komi kreppa að þá muni sá hópur jafnvel stækka og þá verði bara muni bara þessi kaka af samfélaginu sem bara þessi hluti samfélagsins sem fastur á leigumarkaði stækka. Já, og það hefur sýnt rannsóknir í húsnæðis- og mannvirkjum sína að fólk á þessum aldri 34 til 55 ára hefur þetta 1-2% möguleika á því að minnst kosti þetta eru hreyfingarnir innan árana milli ára alveg frá 2016. Þannig sér maður að þetta fólk fast á leigumarkaði og eftir því sem eldist þá það meini möguleika á því að hljóta fyrirgreiðslu í lánastofnunum til þess að fara út svona fjárfestinga, þannig að það minnst kosti þannig að þessi hópur sem fyrir, það mjög erfitt fyrir hann að komast af leigumarkaði. En hvað til ráða? Nú þannig að eignarhald á íslenskum húsnæðismarkaði hefur breyst alveg gríðarlega og þú nefnir það líka í greininni. Við höfum tekið það saman að við 70% af öllum fasteignum sem hafa bæst við íslenskan fasteignamarkað frá 2005 hefur endað í höndunum á fyrirtækjum eða þeim sem eiga íbúðir fyrir. Við erum með til dæmis 150 fleiri íbúðir á skammtímalega markaði heldur en bara hérna á höfuðborgarsvæðinu heldur en í Berlín til dæmis. Það sama hvað maður drepa niður með það að Reykjavík algjörn sérflokki sem með hlutfall skammtímalega íbúða af öllum húsnæði sem í borginni kemur til greina einhvers konar takmarkanir á eignarhaldi, gæti eins og í Noregi komið til ákveðin skattlagning, hærri útsvarsprósenta, hærri fasteignaskattsprósenta á íbúðir sem fólk á í aukalega. Ef þú vilt auka möguleika leiðinda á því að komast inn á séreignamarkaðinn, þá þeir þar í keppa við fólk sem þar fyrir, eigna fólk og fyrirtæki. Hvernig getum við leyst það? Já, þetta ég ekki búin að mynda með mjög sterka skoðun þetta. Ég búin að benda á hann að vanda í þessari grein og ég vil ekkert útiloka slíkar lausnir. Ég myndi bara vilja vera komin aðeins lengri í svona rannsóknum mínum til þess að geta svarað þessari spurningu almennilega. Og eins og ég var að segja áðan, ég ennþá, mér finnst vantastundum, það eru svona gefnar út yfirlýsingar og ég bara í rannsóknum mínu hef ég séð bara að það eru búið að vera mikil yfirlýsingagleði varðandi húsnæðismál allt frá hruni
og margt af því hefur bara hreinlega ekki gengið eftir og hérna og ég held að það þurfi svona ég held að þetta svari við þessari spurningu þurfi að vera í samræmi við aðrar aðgerðir samhliða þessu svari. Já, akkurat. Hvernig þetta sko þetta náttúrulega virkar ekkert nema ykkur sammenningi við annað. Sammenningu, já, akkurat. Þannig að þetta sko hérna en það virðist vera svona því að ég veit að þú ert að fylgjast með svona umræðinu leigumarkaðin víða að það er kreppir að víða og það er verið að prófa svona lausnir einmitt að taka á svona vanda þar sem að uppkaup fjársterkra einstaklinga á fasteignamarkaðum. Það er verið með lögheimili skyldu eins og til dæmis í Hollandi. Já. Þar bara getur þú áttu íbúðin þar sem þú býrð. Já. Og það er alls konar svona að vera takmarka fjölda íbúða skammtíma leigumarkaði. Já. Þannig að sko nú náttúrulega sjá bara hvernig þessu hvað verður úr þessu hver langtíma áhrifin verða en þetta er mest að kosti mörg stjórnvöld í Evrópu óhrætt við að taka svona ákvarðanir sem að miða því einmitt að fjölga fasteignum sem að fara þá í séreignar og þá minnka álagið á leigumarkaðnum. Akkurat og það bara sem dæmi sko þá er hugmyndir í Flórída núna að banna erlendum fjárfestum að sko í landi þar sem kapitalismi ræður ríkjum að þá er þessu umræða komin að alvöru þar og þannig ég tel ekkert loku fyrir skoti það verði einhvers konar takmarkanir settar til þess að skapa heilbrigðari húsnæðismarkað. Já, þetta gætur alltaf verið tímabundnar ástæðunum eins og kannski sem að þyrfti, já, einmitt og þannig að einhvers konar langtíma stefna sé mynduð af einhver langtíma stefna sé mynduð þannig að hvort við ætlum að reka hérna séreignarstefnu eða leigustefnu? Já, eins og staðan í dag að þá séreignarstefna þetta er bara eins og Jón Rúnar Sveinsson talar í sínu rannsóknum þetta byrjaði á upp úr 1920 að þá byrjaði hér einhvers konar séreignarstefna og sú stefna hefur bara verið ríkjandi og ég held að það er ótímabært að leggja kransa leiði séreignarstefnunar. Já, í mínum huga ég held að það þið bara betra einblín á það en ekki þar með gleyma leigumarkaðnum per se en leigumarkaðurinn hann sumir bara vilja ekkert vera á leigumarkaði. Það sumir vilja ekkert vera á ég ætla að segja þau röfuða. Sumir vilja bara vera á leigumarkaði og það sé hægt að það sé mynda þar líka góða stefnu. Já, og það hef ég rekist á í mínum yfirferðum að það sé mikilvægt að vera með góðan leigumarkað til að tryggja þennan hreyfanleika vinnuafls. Nákvæmlega. Og þetta held ég bara mjög fín afstæða í því. Nú skulum kannski ljúka spjallinu á því mér langar að þú ert múin að fara hérna yfir nokkur atriði sem að þig langar til að rannsaka frekar. Leigandi stækkandi og breyttur leigumarkað, hann krefst fleiri rannsókna og ég hef einmitt nýlega lesið rannsóknum sem kom út í haust frá háskólanum í Glasgow og Bristol þar sem að rannsakendur eru hreinlega að kalla eftir því að það sé leigumarkaðar sem rannsaka frekar vegna þess að það er mikil umræða leigumarkaðin á pólitíska sviðinu allstaðar í Evrópu og í Bandaríkjunum líka og stjórnvöld bæði sveitarfélög og ríki eru að ræða mögulega lausnir á því að laga leigumarkaðinn þannig að það er komið mikið krafa það að það sé kasta ljósi á hvað hefur gerst og hver sem á vænta af viðbröðum stjórnvalda. Hvað er svona mest krefendi að þínu mati að rannsaka íslenska leigumarkað? Það er ekki eitt atriði. Það er svona það er nú aðalega
rannsóknirnar, eins og ég nefndi áðan kannski svona að rannsóknirnar skipta einhverju máli að rannsaka með einhverjum hætti hvernig fólk geti bara hvað þurfi til þess að fólk komist af leigumarkaði og inn í sína séreign. Og þess vegna var ég kannski að tala um þetta áðan, það ekki það með samt að ég vil eitthvað döppa leigumarkaðinu og bara hætta að hugsa hann set mynda sem afgangsstærð, en þetta svona það sem að mér finnst skipta mestu máli. Í núverandi stöðu þá hef ég áhyggjur af snjóhengju á leigumarkaði og það það að leiguvísitalan hún hefur ekki hækkað eins mikið húsnæðisverð síðustu 2 ár og ég hef áhyggjur af því að það geti breyst hratt að þetta gerist ekkert. Þetta ekki, eins og ég tala um áðan, það oft samfylgni á milli og leiguverð það hækkaði mjög umfram húsnæðisvísitölu árin eftir hrun og ég hef svona ég tel mikla hætt á því núna að leiguverð geti hækka mikið. Það sé innistæða jafnvel fyrir því að fjárfesta telji innistæða fyrir frekari hækkunum. Ég var í viðtali í Kastljósi fyrir einhverju viku síðan þar sem ég tala um að ég var ekki alveg hlynntur leigu þaki en það var kannski ekki alveg nógu vel orða hjá mér því að ég hlynntur því að það sé einhvers konar og það myndi draga úr þá tvísýnleika fólks að leiguverð, hækkun á leiguverði fylgi einhverju fyrirfram skilgreindi viðmiðum og hvort sem að sé leiguvísitala að það sé húsnæðisverð undirliggjandi húsnæðisverð, neysluvísitala, launavísitala. Það eru kostur og gallar við allar þessa vísitölu sem að við getum varið einhverju klukkutími að fjalla fram og tilbaka en í það minnsta að ef þú gerir einhvern leigusamning að þú vitir fyrirfram hvernig leigan hækki eða lækki. Það tryggja fyrirsjáanleika fyrir leigjanda. Nákvæmlega. Þannig að til dæmis árin eftir hrun þá hefði leiguverð lækkað í framhald bara samhliða því að húsnæðisverð lækkaði og í raun og veru mín svona óskhyggja að verðtryggð lán væri ekki bundin neysluvísitölu, heldur húsnæðisvísitölu. Af hverju að þá var í raun og veru það verið að lána fólki pening fyrir til þess að kaupa einhverja íbúð og þá bara hækki og lækki höfuðstóll lánsins í samræmi við eign þína og þú bara vextinni sem eru greitar að láninu síður en eru bara nokkurs konar leiguverð bara í formi vaxta. Þú átti þetta bara með bankanum. Þú átti þetta bara með bankanum. En það líka önnur góð ástæða fyrir því og hún svo að þegar að húsnæðisverð hækkar umfram neysluvísitölu þá eru þeir sem eiga húsnæði, þá eru þeir eiginlega ekkert óbeint, þeir eru bara beint að hagnast á því að eiga húsnæði sem tengt neysluvísitölu, einhverjum allt öðru viðmiðum. Ef að húsnæðisverð fer að hækka að þá fer höfuðstóll lána þeirra líka hækka og þá ertu komið stærri hóp, í raun og veru bara alla íslensku þjóðina sem að kemur nálægt húsnæðisverði sem að krefst stöðuleiki í verði. Eins og staðan í dag, nú þegar húsnæðisverðið hækka svona mikið síðsliðin 2 ár, þá eru þeir sem eru á leigumarkaði, húsnæðisverðið hækka langt umfram launavísitölu sem gera að verkum að fólk sem að hefur verið að leita sér á húsnæði fast á leigumarkaði, möguleika þess til þess að komast að þeim markaði hefur versna til muna núna eftir að COVID skall á og hefði lánin verið tengt húsnæðisvísitölu þá hefði verið miklu stærri þrýstingur, miklu meiri þrýstingur, stærri hópu sem hefur sagt hingu ekki lengra, þetta bara óheilbrigt. Þannig að bankarnir myndi þá finna fyrir því sjálfur að lánastofnanir,
að þær væru svona, það væri samspil, það var bara öll þjóðin væri bara með í því að halda stöðuleika og húsnæðismarkaði sem að myndi þá auka fyrir sjónleika fyrir bæði eigendur húsnæðis en líka þá sem að reyna að komast á leigumarkaði að leggja pening til hliðar til þess að eiga fyrir útborgun en þegar húsnæðisverðið hækkar langt umfram það sem á bankainstæðunni þá bara gefst fólk upp og það auðvitað þróun. Það ekki sérstaklega góð framtíðarsýn en þakka fyrir mjög inngrúsmikið og áhugaverð spjall. Ég þakka fyrir mig. Það þarf að tryggja fyrirsjáanleika fyrir íslenska leigjendur sem eru orðasönnu. Þetta búið okkur í kvöld. Við sjáumst aftur næsta þriðjudagskvöld klukkan 10 strax og eftir Rauðaborðinu. Ég verð hérna líka á mánudagskvöldum í Rauðaborðinu klukkan 9 þar sem við förum yfir fréttir af málefni leigjenda. Ég segi takk fyrir mig, ég heiti Guðmundur Hrafn og formaður samtaka leigjenda á Íslandi. Hvet alla leigjendur til þess að ganga til liðs við samtökin og vera með í okkur að skapa hér betri framtíð fyrir íslenska leigjendur. Takk fyrir mig.